Góða kvöldið. Við erum velkomin í útsendingu á leik Kára Augnabliks. Guðlaugur Þór heiti ég og ætla að lýsa þessi kvöld með félaga mínum. Hún mátt kynna þig. Já, Daníel Þór heiti ég. Þetta er náttúrulega svakalega spennandi leikur sem er að fara að hefjast. Við hljótum að fá ykkur mörk í innan leik. Þetta er leikur sem kannski skiptir ekki öllu málinu í dæminu, eða hvað? Nei, hvað er þetta, bronsið eða? Þetta er bronsið. Það er hljóta að vera hérna frá fótbolti.net með veluna peninga með bronsmerki framan á. Ég gerir ráð fyrir því. Ég varst reyndar það, en sjáum til. Það kemur í ljós. Það eru 4 mínútur þangað til að leikar hefjast og það er ekki vel mætt ennþá. Það er kannski konar einhverja 13-14 hræður í húsið. Það bil. Kitty Jens mættur. Já, Kitty Jens, við þekkjum hann er mættur og Óli fyrrverandi dómari er mættur líka og Binni vallarvörður. Svo er hann Leo Ragnarsson mættur og hans eiginkona. Við erum byrjað að fara yfir liðin bara. Byrjum að liði gestana. Í marki er Sindri Snær Viljánsson, þekkir hann ekki? Nei, Sindri Vil. Er hann kallað það? Já. Og í númer 2 Aðalsteinn Hilmarsson. Steini Hilmars. Númer 3 Hrannabói Jónsson fyrirlið. Hrannabóg. Númer 4 Ísak Eyþór Guðlaugsson. Saki Eigi. Ég minni hann að vera kallað það. Þórbergur Þór Steinarsson. Já, Beggi Þráins. Númer 8 Brynjar Óli Bjarnason. Já, þekki hann ekki. Númer 10 Bjarni Þór Hafstein. Hafstein, hann var mamma svo fyrir þolfallið, ekki hún var eitthvað spassum á enninu, en það er bara verið að hafa það. Númer 14 Breki Barkarsson. Já, ég veit ekki hvað það er heldur, en það er eitthvað toppmaður, hann er númer hvað? Númer 14, númer 18 er Nökkvi Egilsson. Númer 19 Arnar Laufdal Arnarsson, hefur ekki kallað neitt, og númer 22 Heiðar Ingi Þórisson. Já, Heiðar Ingi. Hátökulið, já, þekkir hann? Nei, hann á einhverja leiki fyrir Augnablik held ég. Hátökulið Káramanna sem er mun skemmtilega lið. Já. Þekkjum aðeins fleiri þar. Númer 12 í markinu og pappan sem mættur að horfa, það er Marvin Darri Steinarsson. Já. Númer 2 Árni Þór Árnason. Já, hann er hérna að spila bakvörð í dag held ég. Já, hann er oftast þar. Númer 3 Sverrir Már Smárasson, nýkominn úr Permanent og hann var í strípum seinustu viku. Hann er í 2009 gírnum, myndir margir segja það. Ok. Sjá leikmann númer 3. Já, leikmann númer 3. Skulum fylgjast vel með honum. Ok, er hann með Perranettið? Perranettið, hann er með það. Númer 6 Guðfinnur Þór Leósson. Já, pappans er einmitt gaman að horfa á, mammas líka. Pappans er að húsvarðast þarna eitthvað í fjölbrautinni, hann fekk frí í dag. Er það ekki mjög þægilegt starf? Ég held að sé svolítið þægilegt, en það hafa toppmenn verið húsverðir hérna í skólanum eins og Pétur Óðins, þannig að það þarf að fylla þetta með toppmönnum. Já. Númer 7 Andri Júlíusson. Nú er hann ekki í banni, fekk hann ekki rautt spjald í síðustu leik? Nei, hann er búinn að fá 2 rauð í fótbolti.net-mótinu, en samt spilar hann alla leikina. Þetta er svolítið skrítið hann á .net, en númer 9 er okkar maður, Marino Hilmar Ásgeirsson, svona Geiri Breiða. Ok. Geiri Breiða ekki mættur að horfa? Það er hann að hlusta á útsendingunum, við skilum góða kveður. Heyriði Geiri. Númer 10 Jón Vilhelm Ákason. Pabbi hans er toppmaður í þekkjan. Númer 14 er Fylkir Jóhansson, kallaði Fylli. Já, pappa hans er líka toppmaður í þekkjan. Númer 19 er Egger Kári Karlsson. Númer 25 Aron Ingi Kristinsson. Já, hann er svona Kitty Jens í þekkjan, hann er toppmaður. Hann er mættur. Já. Og númer spurningamerki er Birgir Þór Sverrisson, Borgnesingur með meiru. Er hann Borgnesingur sá? Ég þekki lítið til kauða. En svo fer leikurinn fljótlega að hefjast, þannig að þá viljum við taka þetta merki út og svo ætlum við að ýta á starttakkan þegar að leikurinn hefst. Það er náttúrulega, stórdómari sem er að dæma þetta, 1,97 á hæð, Egill Guðvarður Guðlaugsson, en hann er oftast á línunni, en hann er aðaldómari hér í dag. Pappi hans oftast kallaði Gulli.is. Já, hann er að vinna á KSÍ eins og enginn sem morgundagurinn. Og fyrir þá sem þekki ekki söguna á bak við Gulli.is, þá var hann með stuðningsmannasíðu fyrir Skagamenn sem hétt Gulir.is og var kallaði Gulli.is og það er mark strax. Yes! Hörðu, ekki lengi að því Fylkirinn. Þetta var eitthvað, var þetta solid hjá markmanni Augnabliks? Nei, hann var eitthvað rugglast held ég. Skituna þarna, en það er alltaf læg, gott fyrir okkar menn. Ég vissi það að minn maður Nonni Krí, hann er gríðarlegur bronsleikja maður, því að þegar hann horfir á heimsmeistarakeppnina þá horfir hann ekki á neitt leik, hann horfir bara á bronsleikjum. Hann elskar bronsleiki.
Nonni Kri þjálfari Káramanna, hann byrjaði þetta gríðarlega vel hérna. Gríðarlega sterkt. Hann elskar bronsið. Já, það greinilegt, en ég meina, hvað var markmaðurinn? Hann var út að aka eins og menn segja. Þetta í Kópavoginum, þeir vilja hafa markmenn framalega og vilja helst að þeir missi boltan eins og Anton Ari gerði gegn Skagamönnum, gaf mark. Það best að gefa 1 mark í leik. Okay. En Augnablik spilar í hvað, 3. deildið ekki? Já. Og Kári spilar í deild fyrir ofan, þannig að við ættum að gera ráð fyrir sigri Káramanna hér í kvöld, eða hvað? Já, ég held að þetta sé nokkuð þægilegu sigur, en það þekki einn einasta leikmann í Augnablikinu. Já, ég þekki reyndar einn sem á bekknum. Já, það? Það okkar maður sem fæddur 1980 sem heitir Kristján Ómar Björnsson, en hann reyndar kennst ekki liðið því miður, en hérna... Enda hundgamall. Hundgamall kall, en hérna hann spilar aftarlega á vellinum. Hann eiginlega bara styrktaþjálfari, en hann var nú að þjálfa Haukana hérna fyrir hvað, 2 árum þegar hann var rekinn? Já. Rekinn 2018. Eitthvað svoleiðis og hann er einn af þeim sem er alveg brjálaður í rauðrófur líka, veit ég. Það er gott að heyra, enda rauðrófur mjög hollar. Já. Hann er alveg, krakkarnir hans allir, þeir eru alveg vittlausir í rauðrófur líka. Já, allir krakkarnir hans. Já, hvað 3? Já, eitthvað svoleiðis. Hann var í Haukaævintýrinu þegar fyrirhundi leikmaður Kára sem var að skipta lið í dag, Indriði Áki, var í liðinu. Já, ok. Hann var hvað, fara til Ólafsvíkur núna? Já, Indriði var að fara þar og mætir tvíburabróður sínum í sumar. Hér Marvin með boltann, hvað er hann að gera? Hann gefur á hann, vel gert. Ok, flott annars, góð sending. Ok, 1 bolti langur. En hérna, nei, svona öllu grín slepptu, þá er þetta Augnablikslið náttúrulega gríðarlega spennandi og með marga efnilega leikmenn innanborðs. Þetta er ungt lið og ef að þeir og núna var að koma verið sér nýtt lið í sem að er svona í Kópavoginum og er að fara að spila í 4. deildinni sem heitir Blix. Já, ok, hver er að stjórna því? Ég veit það ekki. En þannig að ég bara segja hvað þetta er svona spennandi allt. Já, þetta er mjög spennandi í Kópavoginum. Spennandi í Kópavogi. Það er gott að búa í Kópavogi. Já, hver sagði það nú aftur? Þinn maður, sjálfstæðisminginn? Nei, afsakið. Þetta var nú svolítið full mikið hana fyrir minn smekk, en við sjáum Sverri gera þetta gríðarlega vel og gefur bent á Marvin sem að tekur hana full mikið touch. Já, sólar hann inn í teig. Það kann ekki alltaf góður líka að stýra, en við Við sjáum að Andri Júlíusson er ekki númer 7 sem er gríðarlegt fagnaðarefni. Hann er mjög fastur á sína 7 treyju og það er alltaf jafn leiðilegt þegar menn eru svona barnalegir að reyna að vera í sama númeri alltaf. Já, þetta er hans. Ok, það er bara gaman að vita því, en það er þannig að hann getur breytt. Hann getur og hann er ekki fastur í 7 eins og hann heldur oft sjálfur. En hann er samt fast heldinn. Hann er það algjörlega. Og stundum fastur fyrir eða því er hann fyrir að skipta. En þarna sjáum við Jón Vilhelm Ákason. Systur hans hafa náttúrulega verið gríðarlega góðar í knattspyrnunni, þá kvennamegin. Já, ok, þær eru þar. Já, þær eru þar og Margrét Ákadóttir var, held ég, 9-10 ára gömul þegar hún byrjaði að æfa með meistaraflokki og Það er í yngri kantinum fyrir þá sem vita ekki. Og pabbi hennar er Sir Alex Ferguson kvennaboltans, því að hann tryggði náttúrulega bikarmeistaratitil 1993. Já, það var hann sjálfur sem sagði að hann var í Sir Alex kvennaboltans. Já, það er rétt. Enda hann gerir einmitt bestu kleinur á Íslandi, hann Áki. Það reyndar ekki, en þær eru mjög góðar hjá honum samt. Hann gerir á hverju laugardag, hann hittir Ákinis æfingu. Já, hann er í gríðarlega góðri æfingu, en Áki er ekkert að vinna með lengsta nafnið í söguna. Hann heitir Áki Jónsson. Þannig að það gerist vallast eitt það. Nonni pappans var ekkert að flækja þetta neitt svakalega. Nonni Kri? Nei, það er ekki Nonni Kri. Nú, ok. Hann er þarna á Djúpavoginum. En Nonni Kri, hann heitir Jón Aðalsteinn. Já. Og hann er ættaður úr Djúpavoginum. Nei, er það? Já. Ok. Og pappans Kristján er einmitt Kristján Kristjánsson sem að kendi hér í Fjölbraut, oft kallaður KFC. Ha? Þú ert að ljúga því reyndar, en þetta er þetta mjög góð lygi. Þannig að við skulum ekki vera leiðir þetta ha. Nei, hann býr í Þýskalandi í dag, hann fór hætt að kenna í Fjölbraut og fór út í Þýskaland, Berlínar. Og lifið góða lífið þar. Glæsileg móttaka af Jóni, maður, vel gert. Sjáum hvað hann heldur boltanum við. Já, þetta er vel gert og... Sjáum Átna í bakverðinum eins og Daniel nefndi fyrr, þetta er bara hárrétt hjá honum. Gurra mætt á völlinn að horfa á Fylki, mista markinu. Já, hún mista af því maður, hún hlýtur á að tekja, hún tekur það á textavarpinu. En Átni náttúrulega hefur mikið verið í bakverðinum. Það er svolítið hans staði gegn tíðina. Já, og þá oftast á
hægra megin. Já, hann nefnilega réttvættur. Það var einhvern veginn reynt að tróða honum á miðjuna en hann bara vildi það ekki. Hann Rafstæðalínuvörður. Fær sínu oftast framgengt. Hann vildi ekki vera á miðjunni. Nei, ok. Hann bara fór aftur í bakvörðin. Þetta brotdómari. Já, hann hlýtur að fara að dæma þetta. Nei, ok. Sjáum hann Andri með lélega sendingu. Já, svo fyrsta sem hann hefur átt stórfenglegan leik. Í rauninni átt leik lífsins fyrstu 6 mínúturnar. Já, sammála því. Bara mjög sterkur, öflugur og heyrðu, þarna engin smá kandidat að koma. Það hún Rakel Hilmarsdóttir, hún að fara að horfa á nei, hann ekki enga sonur, en svona elsta soninn allavega. Já, elsta soninn og með henni systir hans Marinós. Rúna með henni líka og hún einmitt að heilsa hérna, gaman að sjá þig Rúna. Heyrðu, en Andri kemur hérna einn í gegn, eða hvað? Býður, gefði hann á Marinó, flott og Jóni í gegn. Það fyrsta hotleiksins fyrir þá sem að veðja hotnin, þá þetta fyrsta hotnið. Já, ok. Þetta fyrsta? Já, fyrir þá sem að veðja. Já, ég tók held ég eitthvað 7-8 hotn í leiknum. Ég gerði einmitt yfir 9. Já, en það svona í nútíma fótbolta, það ekki nægilega skora mörg eftir hotn. Nei, það var meira svona í kringum 80 þegar ég var að horfa svona gamla leiki. Það var að skora mikið úr hotnum. Já, því að þetta náttúrulega gríðarlega öflugt tæki að setja bara varnarmennina inn í hotn. Já, inn í, eins og núna tökum við stutt, þetta bara grín og svo rangstæða að skeita hana. Þetta svo vandræðalegt að... Það á ekki geta gerst í meistaraflokki. Nei, þetta er svo vandræðalegt. Þetta er bara grín. Já. Þeir bætur þessu, þeir hljóta að gefa bara inn í á varnarmennina næst. Það er að segja varnarmennina okkar. Já, ég er full að trúa því. Þeir ætla að spila úr hérna... Býtur næst. Já, það er eitthvað ruglað. Þetta var Augnablik sem við erum að spila á móti. Við, Kári. Já, ok, þessi var sterkur. Þannig að við bíðum aðeins. Þeir hljóta að fara að koma aðeins fram á völlinu Augnablik. Býtu Augnablik. Nei, ok, ekki alveg. Við erum að bíða eftir því að Augnablik fari yfir miðju. Bíðum aðeins Augnablik eftir því. Nei, þeir eru ennþá í þessu. Bíðum Augnablik, býtu, ok. En fyrir ætlar að bíða aðeins lengur. Já, bíðum, sjáum. Já, að fara Augnablik. Vel gert og þeir skoraði mitt úr sókninni, eða hvað? Nei, flott, það gott. En ég ætla að segja að frægasti leikmaður Augnablik þessa dagana líklegast kötturinn Keli. Já, ok. Það leiðilegt að sjá að hann ekki í hópnum. Nei, Ásta þá í hópnum eða? Hessi var svolítið. Ég verð að gefa þennan, hún í kvennabottanum. Hessi bara fara fram hjá öllum þarna og... Hvað er þetta, 14? Hvað heitir hann? 14 Breki. Breki Barkar. Já. Ég ætla að segja ástæðan fyrir hann að Keli ekki. Hann var víst ég heyrði þetta, hann væri ofurölvi á seinstölgi á Hverfisbarnum. Það var einhverjum sem sá það. Ég selði það ekki dýrara. Nei, þekkjandi þann mann rétt, þá held ég að þessi kjaftaði. Já, ég líka, ég hef ekki trúið þessu. En hann spilaði einu sinni mark á móti Kára, hann var í marki. Hann getur ekkert í marki eða? Hann getur ekkert í marki, hann er lélegasti markmaður sem ég spilaði á móti. Uss, hann var stórhættuleg fyrirgjöf. Já, svolítið seinna það, en allt í lagi. En hver bjargaði þessu? Ég sá það ekki, en það hefur verið eitthvað Káramaðurinn. Það hefur verið eitthvað Káramaðurinn. Það er alltaf eitthvað Káramaður sem tekur það. Sáu þarna var zoomað inn á myndalinn, það er gríðarlega flott hárið á Sverri, hann er með permanent eða perranett eins og sumir segja. Já. Núna jafnaðir, nei, djöfull jafnaðir, yfir. Breki svona, myndi ég segja svona, fyrstu 9 mínúturnar svona kannski hættulegasti leikmaður Augnabliks. Já, hann er þeirra sterkasta vopn, það var vita fyrir leikinn. Já, ok. Við bara vildum ekki segja það strax. Nei. Það sést bara, það sést. En talandi Nonna Krið, þá er eins og við sem vorum að segja aðan, þá er hann mikill bronsleikjamaður. Það er eini leikurinn á HM sem hann horfir alltaf á, það er bara bronsleikurinn. Já. Þannig að það hlýtur að vera gríðarlegur metnaður hjá honum í dag til þess að taka leikinn. Það sést bara á fyrstu mínútunni. Já, þannig sjáum að hann er bara sáttur með 1-0. Hann er ekkert að pressa, hann pressaði fyrstu mínútuna, skoraði, þá var hann sáttur. Komið bronsi. Ég er að segja það, ég veit það. En auðvitað er þetta gríðarlega skemmtilegt lið sem Augnablik er að Gríðarlega. Þeir eru með aðeins yngra lið bara svona lítið hratt yfir liðið hjá Kára og sýnist þeir vera með svona lið upp á
Meðalaldur er bara svona 25,5 ár cirka. Nú, ok. Bara svona reiknaði fljótu bragði. Já, ok. Og Augnablik er í svona kringum 21. Nú, ok, þeir eru þar yngri. Já, ég þekki flesta Augnablik, þeir eru í kringum 21. Já, bara eins og allir leikmenn í liðinu væri fæddir 1999. Já, þá væri þeir bara akkurat 21 og mér sýnist að vera þannig. Ok, já, það gæti verið svoleiðis. Kannski eru þeir í betra formi. En við erum ekki búin að tala mikið við erum alltaf að tala þjálfaran hjá Káramönnum, Nonna Kri, en við erum ekki búin að tala mikið þjálfaran hjá Augnablik sem er að sjálfsögðu Jölli Inga. Jölli Ingi. Elisabethsson, mammans náttúrulega. Hann kenndi með móður sína sem er oft skrítið, en það er bara gott að blessa hjá mörgum. Ég dæmi ekki. Nei, það er bara flott. En hérna, já, hún er fræg. Já, hún er nefnilega frægari en hann. Já, hann er fyrirverandi Íslands- og bikarmeistari, en hún er samt frægari. Já, hún er það því að hún bauð sig einu sinni fram til forseta. Það var árið 2016 þegar við kusum okkur núverandi forseta, Guðna TH. Já, hún var mjög fyndin þar. Já, hún var góð, hún var svona... Ef það hefði ekki verið fyrir einhverja aðra sem voru þarna fyrir, þá hefði ég alltaf kosið hana. Já. Alltaf. Já, hvern kosti aftur? Ég man það ekki, en hérna, þarna er 14-inn aftur með, hvað er hann, Breki, hann er svakalur. Hann er búinn að vera langhættulegasti maður Augnabliks. Annars hefur þetta verið frekar jaft þegar 12 mínútur eru búnar að leiknum. Og fyrir þá sem vita ekki, þá er einmitt bróðir Elisabethar, hann er alveg grillaður líka. Nei, ekki segja þetta. Nú. Hver er það? Illugi. Já. Hann er, er hann... Þú ert mikill aðdáandi. Já, mér finnst hann er gríðarlega, hann veit allt um súrina. Já. En það er flott hjá hann. Já. Sjá hann, sending. Finna sendingarna hann á milli, þetta er flott hjá Blikunum eins og þeir eru kallaðir og það er yfir. Þetta var hættuleg sókn hjá Augnablik, þeir eru að færa sig framar á skaftið. Þeir eru svolítið að stjórna leiknum. Spýta ég er að tala núna. Þannig að þeir eru aðeins að færa sig framar á skaftið, þeir hafa verið að koma svolítið vinstra megin núna og svona eftir 12 mínútur og 30 sekundur verð ég að segja að Augnablik er að koma aðeins meira inn í leikinn. Þeir eru bara að stjórna leiknum eins og þeir eru að stjórna. Það gengur ekkert, flott móttakan hjá Eggerti Kára. Hann á einmitt von á konu. Það er valentínsdagurinn. Já, hann á von á konu í kvöld. Já, og hann er bara á konu. Já, og þau eru von á barni. Nei, en ég veit það ekki. Nú, ok. En þau allavega eru hjón. Þau eru hjón, þau giftu sig síðasta sumar. Já, eru hjón. Og eru aðrir leikmenn Kára inn á hjón? Ekki tveir saman Kára-leikmenn hjón, en kannski einhver giftur öðrum einstakling. Jón Willum, ég veit ekki, er hann hjón? Ég veit ekki hvort að Jón sé hjón, en ef svo er þá væri örugglega Áki búinn að segja mér það. Já, ég held að þið eru það góðu vinnir að þá er hann ekki hjón og engin annar inn á. En Nonni Kri, hann hlýtur að vera hjón. Jó, það er örugglega einn annar en við skulum ekki, en svo er náttúrulega Hatti Stull, hann er á bekknum og eru þau ekki hjón? Nei, reyndar ekki. Ok. En hann hlýtur nú að koma inn og setja sitt mark á leikinn. Ég hef enga trú á öðru, en Haraldur Stulluson nefnilega, þó að nafnið bendir til þess, þá er þetta ekki, eins og margir myndi halda að þetta væri afans, en hann er nefnilega heitir að sama og afisinn. Já, hann er ekki bara eldgamall. Nei, hann er bara 50 árum yngri upp á dag, eða upp á ár allan, því ég veit að... Það er bara svo ég og Palli Skúla. Já, alveg. Palli Skúla, það er þetta topp maður. Já, hann var ekki Augnablik fær horn. Hann var brjálaður inn í höllinni í sumar þegar að ná barnabarnir sem er rauðspjald út af. Það er önnur saga. Palli Skúla. Palli Skúla er bara einn mesti topp maður Skagans. Já, segjum það. Hann er mitt bróðir Einar Skúla, eða ekki? Jú, hárrétt. Ok. Og Siggu. Já. Já, það er hotn. Já, vel gert hjá Marino. Ok. Þristurinn, beint í Guðfinn. Guðfinnur er alltaf að leita að Guð, en hann er ekki enda búinn að finna hann. En byrju, hann finnur, það segir nafnum, Guðfinnur. Já, en hann er samt alltaf að leita. Ok. En hvað er verið að dæma núna? Ég sé ekki alveg hver þetta er sem að... Þetta er 11. 11, já, ég man ekki alveg alveg hvað hann heitir. Kannski flettið þið upp fyrir mig? Nei, ég ætla bara að reyna að muna það. Ok. Já, hann er ekki á skýrslu, þannig að ég man það ekki heldur. Ég var einmitt að pæla, já. En það er held ég topp maður. Þarna var fyrsta touchi hjá Sverri að
fara illa með hann og Fyrsta skipti í dag. Já, fyrsta skipti í dag. En ekki á ferlinum. Nei, það var svona komið tímar þar sem hann hefur misst boltan. Sjá hvað hann gerir nummer 11. Ég held að þetta sé hann að þolfalls. Nei, hérna þá, hvort var það? Það var þolfallið. Þolfallið, ég held að þetta sé þolfallið, sko. Já, ok. Hafstein með einu enni. Já. Hann er ekkert skildur Hannesi Hafstein? Nei, hann er skildur Hannesi Hólmstein. Nú, ok. Með einu enni. Með einu enni líka bara? Já. Okay. En hérna... Sýnist ekki vera neitt nummer 10 inn á því að hann er skráður það. Já, meina. 16 mínútur á leiknum og ég verð að segja það að mér finnst bara hérna dómarinn hafa bara gert þetta mjög vel. Bara óaðfinnilega myndi ég segja. Egill er alveg með þetta. Já, bara hefur staðið sig eins og hérna, bara hann sé bara fæddur í þetta. Já. Bara Hávard Webb allt í hennu mættur að dæma. Hann bara rakka af sér hárinn, þá væri hann Hávard. Já. En ég held að hann sé betri dómari en línuvörður. Hann þarf að íhuga þetta starf sem er að gera á línunni. Já, þetta gæti vel verið að það sé bara rétt hjá þér. En hann auðvitað er UEFA Pro dómari. Hann er í prófinu? Já. Já, flott maður. Já. Er hann búið með það? Eða er hann í prófinu? Þetta er ekki gott fyndið, en sko við bara hérna höldum áfram með þáttinn. Þáttinn? Þetta er bara leikur. Herðu, hann fer í hann! Hann slæra hann! Það er þetta. Við vorum að hrósa Agli fyrir áður leik, en þarna hefðu við viljað sjá eitthvað kort. Já, við sjáum fjúka helst. Já. Við sjáum að Kári er að spila 4-4-2, þetta klassíska. Nonni Kri er bara í gamla skólanum, hann fer í 4-4-2. Maður, já. Ekki hjálpa hinnum. Nú, fyrirgeðu. Ok, sjáum þetta hérna, þristurinn gefur á 11-una. Kári hefur yfirleitt spilað 4-3-3 en í fyrra sumar tók Ingimar upp að fara í 4-4-2 og Nonni virðist halda sig við það. Ég gríðarlega ánægður með að sjá það. Já. Herru, hvað fyrir bara áttan bara, sópar alla hana og mark. Anskotinn. Nei, afsakið. Sko, þetta var bara, herru, það er eitthvað rangstæð í gangi. Hver er á línunni? Þetta hlýtur á rangstæð, það er ekki var í þessu. Það veit enginn hvað er að gerast. Er var í .net. Við gætum náttúrulega bara verið með varið. Já, ég sé þetta núna, þetta er rangstæð. Já, og það er hérna... Það er staðan orðin 1-1, en það er eitthvað verið að tala saman, en... Þetta er bara mark, segir Egill. Og það er mark. Og það er mark, eins og hann sagði okkar maður. Og þá gerum við eitthvað hérna, setjum að vegið 1 og stoppum þetta hér, eða ekki? Eða hvað? Já. Eitthvað svo leiðis, en það er bara eins og þetta virðist allt verið í lagi. Tæknimaðurinn gefur okkur þumal upp, eins og þið segja. Á okkar ylhýra. Jú. Fylki kemur með langan, þessi er full langur. Já, það er bara hannig. Fylkir hefur nefnilega þann eiginleika, hann sparkar langt og fast því að hann er alltaf sonur móður sinnar. Já, eins og flestir. Þarna var eitthvað vitlaust. Eggert fór of snemma af stað, hann er ekki alveg með ný reglur á hreinu. Nei, þetta er náttúrulega hann má fara í stað þegar hann sparkar í boltan fyrir það sem ekki vita. Núna, já, hann hefði getið að fara að stað þarna. Hann bara netti ekki. Nei. Enda líka er hann hérna með henni Dúnu. Já, út af því. Herðu, þarna gerist eitthvað gullu. Þú kannski segir okkur áhundur sem við ekki vita það. Þarna fór boltinn upp í rjáfur, eins og við segjum. Og þá er gert eitthvað sem að þú ætlar að segja okkur hvað það gerir. Þá tekur dómarinn boltann. Já, leyfðu mér að segja það þá. Þá tekur dómarinn boltann og þá er það uppkast. En það fer enginn Káramáður í hart og hann sparkar aftur. Og fyrir hvað gerist núna ef það kemur aftur þegar það fer aftur upp í rjáfur? Þetta er eitthvað lélegast sem ég séð og þeir fara fram hjá reglu núna. Egill bara gerir eitthvað, lyftir höndum upp og veit ekki neitt. Þannig að þeir fara svolítið fram hjá regluna. Korki tóku uppkastið, ég gerði aftur, þetta er mjög skrítið og þetta er leiðileg regla. Og það eru 20 mínútur búin að regla. Já, einmitt, þetta er leiðileg regla. Áfram, vonandi fáið aldrei boltan upp í rjáfur aftur í dag. Nei. Takk fyrir það. Og gaman svona einhverju fróðleiksmála. Ég er endar með hérna eitt fróðleiksmála hérna, býtu nú við, hérna er einhver sókn hérna. Aron er með þetta. Sérðu? Já, komdu með hann. Herðu, já, það er nefnilega hérna grænir búningar á Íslandi eru mun algengari heldur en víðast hvar annars staðar í
heiminum? Í heiminum, bara allavega í Evrópu. Já. Og við erum með Njettarana, við erum með Völlarana, við erum með Blikana, við erum með Augnablik og þú eitthvað meira, eða ekki? Jú. Hvað? Komdu með eitthvað? Já, leið mér aðeins að hugsa. Já, ok, allavega, ég var ekki alveg búinn að... Þetta var Kloppi því miður fyrir Aron. Ok, það er til lagi. En komdu með núna eitt lið í ensku úrvalsdeildinni sem er grænt? Varabúningar Norwich. Ok, vel gert verð ég að segja, en ég meina það er that's it, eins og þeir segja. Já, þetta er bara grín í út í hinn stóra heim. Já, þá er þetta grín. Við erum með mikið hérna á Íslandi, sko. Já, okkur vantar eitthvað held ég. Já, það er ekki eitthvað Hörður Ísafirði? Þeir eru reynda hvítir, en það er alltaf leið. Ok, þeir eru nefnilega ekki grænir, ég var að segja það, þeir eru hvítir. Já, þeir eru það, rétt í þær. Við vorum að finna eitthvað grænt. Já, þetta kemur. Já, það er eitthvað meira, ég meina, skallarnir, þeir eru með græna stuðlur. Já, og græna varabúning eins og Norveitsi, skítfuglarnir eins og eru kallaðir. Enda geta þeir ekkert. Þeir skítu í sumar, en það er önnur saga. Það er önnur Ella eins og við segjum, en vel spila hérna hjá Hafsendum Augnabliks. Það er ekkert lið í fyrstu deildinni, sko, sem eru grænir. Ok. Svo förum við yfir hérna aðaldeildina. Það eru þínu með Njarðarinn eins og þú sagðir. Já, Njarðarinn, já. Ég held með Njarðvík nr. 2 í annarri deildinni sumar. Er það út af Mækaranum eða er það út af Atla Ott? Nei, út af Markmann Gásland. Já, ok. Nei, KFG er ekki, þeir eru bara með grænt merki. Ok. Þetta er kannski ekki alveg jafn góð staðreynd og helst. Þetta eru kannski bara 4 lið af 60 eða eitthvað, en þetta er samt alveg... Sem er mun meira heldur en, ég meina, þú getur ekki hugsað eitt lið. Þú ert ekkert með League 1 og League 2, Jú, komdu með eitt lið í League 1 sem er grænt? Varabúningar Ipswich. Þú er ekki hugmynd, já? Nei, ekki þú heldur. Nei, mér finnst það ólíklegt. Ef það væri grænir, þá myndi ég vita það. Yes! Veitu hvað, var hann ekki rangstæður þarna? Ég held nú að þetta var rangstæður. Við tökum þessu... Ági var búinn að greinilega tala við dómarana fyrir leik. Hann hefði alltaf flaggað, hefði Ági ekki verið búinn að tala við línuvörðinn fyrir leik. Já, ok, er Ági með svona mikið sannfæringarmátt? Já. Við sjáum hérna að Elvar AD2 eins og hann er kallaður, hann flaggaði ekki á þetta, gríðarlega ánægður með það. Nei, Ági var búinn að tala við hann, ég veit það. En Blikarnir, þeir kvart ekki, þannig að... Nei, þeir kvart ekki og staðan, enda myndi þeim ekkert mega það. Þetta var stóðsetning frá hinnum litla bakverði Árnasinni og... Já, komum þessu úr bakverðinum? Já, gríðarlega góð sending. Jón Vilhelm kláraði þetta eins og fagmaðurinn sem hann er. Já, og staðan er 2-1 eftir 23 mínútur. Og við, eins og við sögðum fyrir leikinn að við viljum sjá mörk í þetta, en það kannski... Já, jú, það er náttúrulega mikið í húfi, það er bronsiður í húfi. Bronsið hans Nonna. Það er bronsið hans Nonna. Nonni Kri, hann horfir bara á bronsleikinn þegar HM er í gangi, hann horfir bara á bronsleikinn. Já, þannig að hann er svolítið skrítið fyrst mér, en það er bara, ég ætla ekki að dæma hann. En hérna, þetta var gríðarlega vel gert. Sérðu kannski aðeins hvað er margir að horfa á útsendinguna? Já, tjekka þau. Já, tjekka þau. Er engin aðstoðarþjálfari hjá Kára? Hvernig er það? Nei, ég held þeir séu ekki komnir með aðstoðarþjálfara. Hafa alltaf verið aðstoðarþjálfari hjá Kára? Það var einn hérna sem tengist kannski þér fjölskylduböndum kannski sterkara heldur en mörgum öðrum. Hver var það? Það er fyrrverandi leikmaður Fylkis og IA í efstu deild, en ekki Fylkis í efstu deild, næstu efstu deild. En hann Brandur Sigurjónsson, hann var eitthvað að segja bara dökka. Það er einu sem hann sagði. Já, ég meina það þarf alltaf að dekka, ekki vera drullið manni fyrir það. Nei, það er náttúrulega alveg hárrétt hjá þér. Spark í miðin og boltan var svolítið að vinna með líka. Já, ok. Það er gott. Mjög mikilvægt. Hann gerði það aldrei sjálfur. Nei, hann tók yfir þetta út af fótar. Þetta er, held ég, drasl. Ég sé ekki hvaða margir eru að horfa. Nei, enda skiptir það engu máli því að við erum bara fyrir fólki í landinu. Það er náttúrulega, við erum að keppa við núna, það er þátturinn að Gumma Ben. Já, og svo Steinda. Já, og Steinda, og er það núna í kvöld líka? Það er núna Steinda. Og svo erum við líka Gettu betur, þannig að það er gríðarleg samkeppni áhorf. En það er hægt að taka hitt svona á seinna bara, sem er skemmtilega. Þetta var gríðarlega flott hækkingarna hjá Guffanum. Það nennir enginn að horfa Gettu betur í rauntíma. Þetta var Guffa grín. Já, eða? En hérna, núna er leikmaður númer 18 og gefið tilbaka, vel gert. Mér finnst alltaf gríðarlega lélegt að sjá menn með hanska. Já, markmennina? Nei, ekki þá. Nei. Þeir mega að vera með
eins marga hanska við vilja, en útileikmenn með hanska, þetta er eitthvað Já, þetta er eitthvað plebbalegt. Þetta er það og við sjáum að númer 18 er með hanska í Já, hann skorar ekki í dag þá. Nei, hann er að fara að gefa mark, því miður. Já. Og líka pappans, þegar 18 kemur heim, þá spyr pappans alltaf fyrst hvað skoraður mörg sjálfsmörk í leiknum áður en hann spyr hvernig gekk og hvað skoraður mörg. Hann spyr alltaf fyrsta spurning hvað skoraður mörg sjálfsmörk. Já, býtu, er þetta alveg eins og pabbi þingir alltaf þig þegar þú varst í fjórðaflokki og hættir út og skorar ómörg sjálfsmörk? Reyndar ekki, það var önnur ástæða, en hérna... Hann er onside, hvað er markmann að gera, hann veit það ekki og hann nær honum og skorar. Yes! 3-1. Við erum að fara bara í einhverja rússipanna reið hérna, 3-1. Ég sá ekki hver skoraði, en hver... Það var hérna Eggert sem er einmitt hérna... Með Dúnu. Með Dúnarinn, hérna... Hann er einmitt hérna ég veit að Dúna er að horfa og hérna, er hann á Vestfjörðunum? Já, hann er svolítið að vinna þar. Já, því að ég veit eina þrennan sem Eggert Kári hefur skorað í deildakeppni á Íslandi. Já, ég veit hvað það var. Já, ekki að trufla mig. Því að það var einmitt á Ísafirði. Já. Og þannig að hann kann greinilega vel við sig þar og það var í 6-0 sigri árið hérna 2011. Og Guðjón Þórðarsson, fyrirhandi þjálfari Skagamanna til hérna þrívegis. Faðir núverandi þjálfara Skagamanna. Já, hann hérna var að þjálfa B.I. Bolungarvík kallinn og náði í hérna, fóruð undanúrslit í bikara sem þau töpuðu móti KR og þar var hann meira að keppa á móti syni sínum. Já. Ekki þar að segja Jóhannes Karli heldur hinum. Tjörvarinn var hann í hafsendum. Tjörvarinn alltaf hérna keypti svolítið mikið af steiktum lauk fyrir þann leik. Já, var ekki eitthvað 650 kíló eða eitthvað? Það var eitthvað svoleiðis en hérna... Það gatt skílaði sem betur fyrir. Já, það voru hérna alveg, krakkarnir voru alveg vittlausir í laukinn hérna á Norðurlandsmótinu þannig að það þurfti náttúrulega hérna kaupa steiktan lauk fyrir þau en hér eru aftur kominir í sókn. Þetta við snerist eitthvað. Kottu með það. Herðu og skot, nei og mark, nei. Já, þetta var fín hugmynd hjá Marino en það er ekkert hotn. Það er einungis komið 1 hotn í leikinn fyrir þá sem er að veðja. Ég er ekki alveg með innkastinn. Reyndar 2. 1 hjá Kára. Já, 1 og 1. 1 og 1. Afsakið þetta. Markmaðurinn hjá hérna Augnablik hefur gríðarlegur áhugasamur hérna kosningar á Íslandi og er gríðarlega óánægður að það séu blýantskosningar á Íslandi. Já, hann vill hafa skrúpennana. Já. Hann er ekki hrifinn af blýants hérna kosningunum því að hann hérna hann treystir ekki liðinu sem að er... Já, hann er einmitt sko, núna er hann að fara í hart með þetta því að hann má bara kjósa í ár. Hann er einmitt 18 ára, var 18 ára í fyrra dag held ég. Einmitt. Þannig að hann er núna að fara lengra með þetta. Hann hefur hugsað lengi um þetta og hann ætlar að tala við einhvern. Ég veit ekki hvernig hann þarf að tala við. Ég er stiðan í þessu. Hérna Rósa Bygg. Já, jafnvel, hann reddar þessu. Ég er ánægður með þetta. Það fer í gegn. Já, ég held að fáum bara skrúpennuna, bara Gísla Jóns pennana, þeir eru bestir, bara út allt land. En svo náttúrulega tínast hverfa eins og Vimber þessi pennar, það er ekki það? Þeir eru þetta hverfa alveg eins og Vimber. En hérna er notakanti og gefur inn og sending og gríðarlega vel gert og Tían nær þessu ekki. Jú, Tían nær þessu, en Bátni er mættur, kemur bátt fyrir, Marri vel gert. Marri? Aron, hann á. Allt í lagi. Það er vel gert hjá Fylkirinn gerir þetta vel. Fylkirinn, hann er ekki fæddur í gær. Alls ekki. Nei. Já. Fylkir var einmitt getinn í Árbæ. Gurra fór að segja mig það. Já, það er ekkert eðlilegt við það að Gurra hefur sagt þér það. En hérna, það er aukaspyrna út á miðjum velli. Já, þessi er gríðarlega hættuleg. Þarna var Bjarni Guðjóns að vinna með að negla hún svolítið inni þegar Gauja var með á 2007 og það skilaði nokkrum mörkum. Já, en Baldur kom í árás. Hann sótti að öxlinn á honum og hann þurfti bara að skora. Þetta er vel sótt. Þetta er vel sótt í Eggert, það var ekkert á þetta en þetta er vel sótt. Hann er búinn að tala við Áka, búinn að tala við. Egill er alveg skítræddur við Áka, hann dæmir á allt bara. Hann veit ekki hvort þessi innkast eða aukaspyrna, það tekur innkastið. En nefnilega, hérna, Áki var búinn að tala við Egil að fá að, hann ætlar að mæta í kleinurnar hjá honum klukkan 10:30 á Víðigrund 8. Allir mæta sem vilja. Víðigrund 18 og ég allir mæta. Ég held það. Já. Látum bara að reyna. Allir krakka vittlausir í kleinur. Það nefnilega, sko, ef ég ætti börn
og færi með þau á leikskólan og tæki nesti, þá myndi ég bara senda þau bara með kleinur. Alla daga? Já, bara 10 kleinur. Það er svo hollt og gott. Hvað, myndi barnið ekki vera komið til einkaþjálfara eftir 2 vikur? Ég veit ekki, en það allavega hérna er ekkert verra að hafa Nei, og það eru bestar svona stökkar. Já, bara 10 kleinur. 10 kleinur á mann, það er flott. Ég er ekki það mikill kleinumaður. Meira fyrir píturnar. Já, núna er 31. mínútan og það er svona mínúta hans Fylkis. Hann hérna er gríðarlega öflugur á þessari mínútu alltaf. Já, sjáum fylgist aðeins með fylkinu. Já, fylgist aðeins bara með fylkinu. Sjáum hvað þetta er góðu varnarhreyfingar. Já. Hann er staðsettur hárrétt. Við veitum ekki alveg af hverju hérna myndatökumaðurinn er ekki á Fylki ákvörð núna því að við vorum að tala um það. En... Sjáu hérna, sjáu þið Fylki. Já, flott, vel gert. 31. búinn, þannig að hann dóð sér vel. Já, nú er hann bara að toppa í dag, þannig að hann hérna er bara að fara á niður eftir þetta. Já, en hann vonandi ekki mikið. Nei. Sjáu tæft sjálfsmarki 18. Nei, ok, hann sleppur. Hann er með þetta markmaðurinn. Eitt langur. Pappans þarf ekki að spyrja. Nei, hann er með þetta. Skæinn. Nei. Áki var ekki alveg búinn með þetta. En ok. Er Áki þá að múta eða er hann bara svona, er þið bara hræddir við hann? Þeir þurfa bara að horfa á hann. Þá bara, hann þarf ekki að segja neitt, hann segir ekkert. Bara horfa á manni? Já, það er bara nóg að horfa. Svakar. Ó, þetta er mark! Nei. Nei. Ok. En hérna... Þeir eru afturfarnir að sækja í sig veðrið Blikamenn. Já, fara hérna vinstra meginn. Já, þeir sækja svolítið þar. Þóttir hafa verið hægra meginn hérna. Sérðu, kemur hérna vinstra meginn og bang og mark. Nei. Það er hotn. Hotn, þriðja hotni í dag. Hérna sjáum hann hvað hann er gríðarlega fallegur með hérna permanentið Sverrir. Eða Sverri. En hann hérna heitir Sverrir Mar. Og hann vill hérna oft rugglast og skrifa Sverrir Már og honum til mikilla hérna Pyrrings. Hann verður brjálaður og það er mjög gaman þegar Sverrir verður brjálaður. Já, vel gert hjá Árna, flottur varnarleikur í Árna. Vilja pyrra hann. Vel gert hjá Árna. Hann er með þetta bara í vasanum. Árni, okkar maður. Árni sem er úr Járni. Árni, já. Einmitt. Og hann náttúrulega, var náttúrulega gríðarlega öflugur hérna í yngri flokkunum hjá IA. Já. Og svo hérna hefur hann verið, hann og bróðir hans náttúrulega, einna hérna traustustu leikmönnum Kára. Já, þeir eru svakalega traustir. Svakalega traustir og gaman. Það er æfing! Nei. Mæta á allar æfingar og það er æfing og allt það. En þetta var gríðarlega sterk. Toppmenn. Já, þetta eru algjöru toppmenn, alveg fram í fingurgóma og hérna foreldrar þeirra líka. Já, Árni og Púsla. Já. Þau eru alveg, þetta er eðal fólk. Kæmi ekki óvart ef þau væri mætt hérna? Nei, það kæmi nefnilega bara ekkert óvart af því að þau hafa mætt gríðarlega og stutt sína drengi og eru til fyrirmyndar í öllu því sem þau gera í lífinu. Hárrétt. Algjörlega. Fyrirmyndarfólk. Já, algjörlega til fyrirmyndar og bara gaman að þeim líka. Mjög fín og skemmtileg. Já, bara hérna. Meina vel. Já, meina vel og þarna fyrir boltinu upp í rjáfur eða hvað, nei. Sem betur fyrir, annars að... En ég hérna, eitt sem Árni sagði mér einu sinni sko að hérna... Árni Þór Halldórsson eða Árni Þór Árnason? Nei, pappans Árna. Já, Halldórsson, já. Hann hérna, ég var bara í bónus. Já. Bara á föstudagur eða eitthvað. Já. Og hann kemur upp á mér og segir bara blessa, hvað gerum helgina? Þannig að þetta er líka, þú veist... Þetta sýnir bara hvað þetta er mikið toppmaður, hann hefur áhuga öðru fólki. Já, áhuga öðru fólki og líka bara hvað hérna, hann er almennilegur. Já, algjörlega. Það er haldið að svona fólk væri eitthvað, þú veist, ánægt með sig. Já, og eitthvað of gott fyrir aðra því þau eru það náttúrulega, en hérna þau eru bara mjög almennileg. Já, þau eru bara toppfólk. Og hvað varst að fara að gera þá helgi? Ég bara man það ekki. Það skiptir ekki máli. Nei, það er bara, hann var almennilegur. Það er að dæma á þetta, ekkert á þetta. Enn og aftur dæmir hann á ekkert þegar menn henda sér niður. Þetta er, eftir að það fekk hrósið þann Egil, þá hefur þetta legið niður á því niður. Það verður að lifa með því. Marinn á með eina hrausta þarna og aftur, það brýtur á sér. Já, dæmir allt, þetta er ótt. En hérna... Sjáum hann að Jökull sparkar í boltan. Engu gleymt, ekkert á ekki, en allt er leið. En hérna... Bíða aðeins, núna. Já, gott með það. 2, 1 og það eru búin að 35 mínútur á leiknum. Já, þið sjáu þarna varamenn að hitta. Þetta eru þeir Sigurinn Ari Guðmundsson, oftast kallaður Grjóni. Já, hver er hann með honum líka? Það er gamli kallinn, Haraldur Sturluson. Já, þó ekki af hans. Nei. Andri Freyr sýnist mér og hver er hann með fyrir
andlitin á sér sem betur fer. Nei, ég segi svona. Já, kannski kemur hann inn á eftir og við þá hérna fræðumst, en þetta er náttúrulega aukaspyrna á gríðarlega hættulegum stað og Marvin er búinn að stilla þarna vegg. Það sýnist með vera 6 leikmenn í vegg með dómaranum. Þolfalli. Þolfalli ætlar að taka þetta, eða hvað? Ég reikna með því. Eða Hrannar. En það má segja að mörkin hafi hrannast inn í dag. Og það er mark. Nei, langt framhjá. Já, mistur þessu, menn alltaf leið. Nei, ég heyrði það, mér átti bara ekkert svo vera góður. Nú, ok, já. En hérna, það er önnur saga. Eins og hjá honum. Nei. Ok, ekki heldur þessi. En hérna... Þetta var að reyna. Sverri með flotta sendingu. Á Árna. Árni gefur hann á andra. Nei, Árni er ekki að bjóða sig. Vel gert hjá Árna, vel gert hjá Árna. Árni með þetta svakalega vel gert. Og í gegn yfir. Nei. Nei, hann var alveg með þetta. En Jón tapar ekki oft boltanum. Kýperinn er ekki mikið að svípa en hann sleppur með þetta hana og mjög ragur við að fara út og setur á boltaninn á mann undir pressu. Hann er bara krefjandi sending. Hann er að leika sér svolítið að eldinu, markmaðurinn. Já, auðvitað gengur það vel stundum. Já, ekki áðan samt. Núna gefist við Björn bolti fyrir Brjáur og Egill þarf að kasta honum á Engan sem að sparkar honum til markmannsins. Já, þarna sjáum við mitt Bjanna á bekk, en hann er ekki farin að hitta strax sem er áhyggjuefni. Benedikt Valur. Herru, hann er náttúrulega hjón. Við glemdum honum. Herru, auðvitað er hann hjón. Hann er hjón. Það eru 2 hjón inná, eða sem sagt í hóp. Já. Ef við vitum ekki um Nonna Kri, hann gæti verið hjón líka. Og það er einmitt hún Jacqueline sem er hans hjón og... Þau giftu sig í janúar bara, já, ekki? Hann fór út til hennar. Það má segja að hún hafi gift sig í góða fjölskyldu. Algjörlega eins og við sögum á hann, bara toppfólk, almennilegt. Við vitum ekki um fjölskylduna hennar, við vitum hvernig staða Benna er, en ég hef enga trú að vera hann toppfólk líka. Veit ekki með það, en ok, þannig að leikmaður nr. 18 er með boltan núna og hvað gerir hann? Og hann er enn með boltan. Hann veit ekkert hvað hann á að gera, gefur þetta fína sendingu, ég verð að gefa honum það. Nei, hörðu, þannig að kemur einmitt Jacqueline. Ætlar að heilsa henni? Nei, þú ert að vinna með henni? Þorði ekki. Ok, allt í lagi. Ok. Fylkirinn, hvað gerir hann? Gefur á DJ-in. Já, er DJ-in eitthvað að DJ-a núna helgina? Hann er að raka inn þessa dagana. Ég veit ekki hvort hann er helgina, en seinustu helgi var hann á Þorrablóti Brekkubæjarskóla og fekk penning fyrir það. Og Gummi Þorgríms þar? Já, og... Er hann ekki hættur að kenna? Ég veit ekki hvað það er, en Sigga skólamætti og Laufey. Já, ok. Einhverju fleiri Ragnar Már, Lárusson. Flottu bolti og vel gert hjá Jóni sem tekur og bang. Nei, gefur þetta beint á leikmann Augnabliks. Sem að gefur Árna, flott hjá honum. Árni með alvöru tekník á grjótharða, Egill dæmir ekkert á þetta, flott hjá honum. Og kross, búm. Og markmaðurinn er ekki alveg með þetta, en... Frekari fyrir daginn. Nei. Kross inn á Marra og já! Já, ég meina, verið þetta maður, verið allt núna. Fyrir þá sem að sjá hérna Hafsend vinstramenn hjá Kára þá er hann mjög álíkur Teitsa Pétursinni í hlaupalagi, ef þið viljið fylgjast með því. Það er bara mitt mat. Hann hreyfir sig mjög svipað. Já, ok, það verður áhugavert að fylgjast með því. Gríðarlega. Ef ykkur hefur áhuga á því. Nú, staðan í leik Kára og Augnabliks í þessum leikum þriðja sæti Fótbolti.net mótsins er 3-1 fyrir Kára, mörk Kára komu á fyrstu mínútu og svo á mínútu, það var eitthvað í kringum 30, ekki, tæplega. Seinna markið á Kára? Já, þeir eru komin með 3 mark. Já, þeir eru með 3, já, svoleiðis, en númer 2. Já. Aðrir leikir í gangi eru hérna Wolves Leicester, það er 0-0 þar. Nú, ok, og hvað, voruð þið ekki í liðinu? Anskotin, ég glemdi að breyta fantasy-liðinu. Nei, er þetta saman umfyrir og senast? Já. Já, ok, allt í lagi, heimskur þarna. Og svo er hérna Lengjubikar kvenna, Fylki Stjarnan. Ég held að Fylki taki það. Já. Fjölnir Stjarnan? Nei, það er Kalla. Já. Leiðum mér að klára. Hann er einmitt í beinni og vonandi tekur Stöður Sport ekki skítu aftur eins og gerða miðvikudaginn. Þeir glemdu að sína í KR. Já, þeir voru með allt tiltækt lið til þess að taka leikinn upp, en svo glemdu þeir að hérna íta á rekord. Já, og Borussia Dortmund er að vinna Frankfurti. Má ég gíska hver skoraði? Já. Var það Neuerinn? Nei, það var ekki Neuerinn. En hérna kemur leikmann nr. 18. Þú veist ekki, þú ert ekki verið að geta þetta, en ég ætla ekki að segja það. Ok, blott. Og svo erum við með hérna leikmann nr. 18.
gefur hann inn á miðju, 14-inn, okkar maður. En gríðarlega vel gert hjá Aron sem kemst inn í þetta og Fær boltan Fær aftur. boltan aftur vel gert. Skyndið sóknina. Nei, Hleypur fyrsta boltanum. touch í að klikka. Þau geta oft klikkað þessi fyrstu touch. Mikilvægasta touch í boltanum segja þeir. Fyrsta touchið? Já, Já, ef að það er ekki gott, þá geta hinn valla verið mikið betri. nei. Þau verða erfiðari fyrir vikið. Já, það er hárrétt hjá þér. Og þarna gefur hann á Jón. Sem að gerir þetta listalega vel á Andra, en hann hefur eitthvað gerst þarna hjá honum greiðinu. Það er ekkert að honum, en allt í lagi. Ok. Við erum Já, þarna með... gefur bara beint á varinu. Þetta er flott svona, þeir með að halda þessu áfram. Já, virkilega vel spilað hjá Kára í vörn. Já, þeir eru að færa vel, sko, varnarmennina, þar að segja. Spila fótbolta svo fínt þegar þeir eru að verjast líka. Það er ekkert síður mikilvægt. Þú þekkir það kannski gamall Hafsend. Já. Það er leiðilegt samt. Já, það getur oft verið leiðilegt, það er bara svo það er. En eins og við sjáum þarna á hotfánunum, þar er hérna Birgisteinn Bakari. Já. Já. Hann er á bekknum í dag. Já, ég þekki ekki skýringuna því. Nei. Hann hefur yfirleitt verið að byrja þetta, en Nonni Krývar ákvað að skella hann bara á bekkinn. Þetta er hinu bygga í liði. Já. En hérna... En hann er alltaf kallaður hinbyggi eftir að hann kom í Kára. Já, ok, Því miður fyrir hann. Þetta er leiðilegt, en hann verður bara að lifa með því. Já. Og... Byggi hlýtur að fá séns í seinni hálfleik. Það er í gangi. Býtum nú við, maður er með boltan hérna. Setur hann í gegn á Og það er 18. Okkar maður er með þetta hann allt. Í vasanum, leikmaður nr. 18, besti leikmaður Augnabliks. Sverrir lyftir hana, já, Fili hittir hann ekki. Þetta var ljótt, hann var stálheppinn. Við erum á marka mínútunni, en eitthvað sem segir mig það að hún mun ekki standa undir nafni svo ágæta mínúta. Ég ætla að vera ósammálaður, hér koma Augnabliksmenn og hvað gera þeir? Þeir eru hérna í sókn og númer 7. Hann er númer 10, herru, 10 er inn á, þannig að þetta er ekki... Þetta er ekki þolfallið á vinstri og númer 3 kemur hérna og það er mark. Eins og ég sagði, nei, Nei, það var eins og ég sagði, það kom ekki mark þessa marka mínútu. Við þurfum að finna út hvað hann heitir hérna númer 11, þótt að við notum aldrei nöfnin, en það skiptir eitthvað máli. Nei, það er svona verra að vera með númer 1, en okkur var okkur fengið að Hvað segirðu? Lýsa þessum leik bara mjög seint. Þannig að við gátum ekki kynnt okkur alla leikmenn Augnabliks fyrir leik. Nei, það er bara óþarfi. En hann er, sýnist mér, í hólunni eða hvað, þessi númer, hann að þolfallið. Komum við á hólunni. Þó ekki hólunni, einmitt hans Ragga. Nei. Það er allt önnur hóla. Já. Þeir að vera kvartað undan lykt þar. Er lykt? Það er eitthvað smá lykt, en hún kemur og fer. Já, bara eins og flestar. Já. Þarna var vitlaust innkast, Ómari, vitlaust innkast. En ok, hann sá það ekki. Og heyrir ekki heldur í þér. Nei. Það er í gegn. Ok. Hvað er að gerast hérna? Númer 18 veit ekki, hann ekki skora sjálfsmark. Sérðu? Vel gert, já. Víti. Þarna, hann hreinsar vel. Akkur dæmir hann ekki víti? Mér fannst þetta að vera víti, en hann Egill er ekki alveg að fylgja þessu fyrir okkar menn, því miður. Ég haldið að þetta væri svona ágavítið. Þessi var þetta solid, af því hann er að dæma. Já, hann er með dómarann í vasanum alltaf, hann á búinn að tala við það fyrir leik. Hann kemur mark, nei. Það mætti kannski halda að hann væri búinn að fá sér það, hann Egill. Já. Það er að segja ágavítið. Já, ég myndi ekki veðja gegn því allavega. Nei, alls ekki. Alls ekki, en núna er fljótlega fyrri hálfleik að ljúka, svo að það það gæti verið að Egill bæti ykkur við. Já, þá vona að hann bæti nú ekki mörgum mínútum. Þarna hittir Fylkir boltan illa. En þetta skila sér, þetta er heppnusending í tölfræðina. En einmitt Gurra, hún tekur alltaf saman tölfræðina fyrir hann. Hvað er hann að vinna með? Heppnasendingar? Heppnasendingar og unnir boltar. Já, ok. Og þá er komið hálfleik í þessum æsispennandi leik. Staðan er sú að Kári hefur 3 mörk og býtur nú við, Augnablik hefur 1. Já, við förum í skilaboð, auglýsingar. Takk fyrir.
Halló, blessaðir aftur áhorfendur, við erum komin inn aftur og seinni hálfleikur er að byrja og við sjáum það strax að það er allavega ein skipting hjá Kára en það er leikmaðurinn sem að var að byrja á bekk sem að, já kannski við erum búin að fá ástæðuna fyrir því að hann var bekkjaður hér í kvöld. Hver var hún, Guðlu? Þú kannski segir fólki frá því? Herðu, hann bara skeiti í sig og svaf yfir sig. Það er ekki flóknara en svo. Já, ok, þannig að... En það er önnur breyting líka. Nú, ok. En hvað, þetta er mjög lélegt hjá Bigganum, en hann vatnandi mönnum besta lið og alltaf. Já, við höfum alltaf haft það að lífsmottói okkar. En Sigurjón Ari er einnig komin inn á. Fyrir þá sem vita ekki reglurnar í .net mótinu þá... 4 skiptingar í seinni hálfleik. Nákvæmlega. 4 í seinni. Þannig að hann má skipta Nonnikri öllu nema einum inn á. Ef hann er með fullan bekk. Og við bara ítum á start hérna og það er byrjað. Sverre, hvað gerir Sverre? Einn langur, það er flott. Það er best hann í óttast. Gott að byrja svoleiðis. Nú Fylkirinn, hann skoraði á hvað? 27. sekundu eða eitthvað, þannig að spurning hvort að við sjáum mark. Já, ég hef ekki vonað því. Hvað, er Eggert ekki á klukkunni? Hver er á klukkunni inn í höllinni? Ég þekki það ekki, en... Ef Eggert væri þá væri Ekkert vesen. Mitt tókst hennan af mér. Mér grunnaði hvað þú væri að fara að segja. Já, akkurat. En... Marri er alveg að drepast inn á vinstri kantinum. Nú, heyrðu, hann er bara farinn, hann er bara búinn. Þetta er gríðarlega erfitt fyrir hann að liggja svona, hann líður ekki illa. Nei, líður ekki vel, segir ég. Nei, ég held hann líði bara alls ekki vel, en oftast líður hann vel. Já. En þeir gera þetta mjög vel. Sparka út af. Sjáum hann er alveg sárþjáður. Sárþjáður. Hnésbótinn. Hver er sjúkraþjálfari hjá Kára? Það er Benni Hjón, hennar sem er Hjón. Ok. Það væri nú skemmtilega að væri Benni Jósefs, en... Já, en, ég held að hann gæti ekki gert neitt fyrir hann. Nei, hann er farin svo snemma alltaf á mótnana, hann er alltaf... Hann er bara búinn á því. Já, hann er bara búinn á því alltaf. 5 alla mótna. Sko, ég er nefnilega ekki viss, nú kemur sjúkraþjálfari Kára inn á... Nei, hann er bara formaðurinn. Hann er formaðurinn og ég er nefnilega, hann með nógu mikið vatn með sér. Þið sjáu það eftir smá stund. Sjáu þið? Ég held að Marri þurfi aðeins meira vatn. Sjáu þið, hann er með einhverja 5-6 lítra og hann er að dreifa þér reyndar á alla. Yfirleitt, þegar sjúkraþjálfari kemur inn á Kára þá er þetta annarkvort formaðurinn eða bara einhver varamaður og með 1 brúsa. Þannig að þetta eru framfarir, það eru 5-6 brúsar. 5-6 brúsar, og 1 taska, meira þess að. Já, taskan líka. En Svenni hins vegar veit ekkert hvað hann er að gera. Nei, hann er eitthvað að spreyja einhverju spreyi sem hann keypti þarna hjá Köllu Hals í dag. Já, er hún að selja kælisprey? Já, hún er vitlaus í þetta. Hún kaupir alveg 5-6 á dag. Tjóðlega er það mikið með, en það er flott hjá henni. Hún er að græða allavega. Já. En... hann var komin inn á og alveg svo nýr. Kælisprey, aldrei klíkað. Nei, sérstaklega ekki á Köllu Hals. Nei. Já. Sjáum að Biggi er með hanska og í stutterma. Það er reyndar aðeins skarra og svalara en samt hanskarnir að skýta í sig með það. Já, þú ert ekki ánægð með það menn sé í hönskum. Nei, og langur kross. Já, hann er full langur þessi. Aftur fyrir endamörk. Já, aftur fyrir endamörk. Alheimsins. En ég er ekki að sjá það á fljótu að Augnablik hafi gert margar breytingar. Er ekki hann að litli maðurinn frammi, hann er ekki stór. Það er einn hann frammi sem er í minni kantinum, hann hlýtur að koma inn á. Já, 19-inn, hann var ekki inn á. Nei, held að þetta sé frændi minn. Nú er það? Já. Bara blóðskyldur frændi? Nei, hann er eitthvað... Tengda afi frænku systur ömmu þinnar? Já, nei, næstu því. Ekki tengda, bara systir afi frænku ömmu. Býttu, þetta að tjekka á þig. Já, ég skal bara lýsa á með hann. Já, gerðu það. Það er Ingi með boltan inn og gefur á... Þetta er hann, Axel Garðar Axelsson. Axel frændi... Seli Garra. Seli Garra. Seli, já, Seli, fyrirgefðu. Þetta er hann. Þetta er hann. Skila kveðið á hann ef hann horfir á... Eru þið grimminningar? Já, svona, ég er einu ofar en hann. Nú, ok. 4. og 3. ætli. Ok. Ekki segja viðbjóðslegt við því. En þarna kemur hendi, Áki búinn að tala við hann, það er engin vítidæmd, Áki búinn að tala við hann. Það er engin spurning. Þannig að við erum með innkast sem að Augnablik fær.
Já. Nú er einhver umræðan það, Guðlaugur, í boltafræðunum að í stað innkasta eiga að koma inn spörk. Já, það er viðbjóður að henda því inn. Ok, þannig að það er svona... Það tefur leikinn og það er alltaf spynnu sérfræðingar í hverju liði eins og þú veist. Já, þannig að þeir myndu Þeir bara nýta koma á sér það. vettvang og eyða tíma. Gott touch á Marra þarna. Það er bara, þá er verið að lítilslækka aukaspyrnurnar, þannig að menn brjóta bara hægri vinstri, alveg eins. Herru, sko, núna leikmaður hann á miðjunni, Guðlaugur, sem í gulu skónum hann hjá. Þetta er Kristján Ómar. Þetta er Kristján Ómar? Hann er mættur. Hann er mættur? Hann er kominn úr Haukaævintýrinu hingað. Já, Haukaævintýrið, boltarnir voru of harðir. Það fekk sér rauður og þarna í hálfleik. Boltarnir voru alltaf harðir hann á ásvöllunum. Já, ef að fólki vantar eitthvað fyndið til að horfa á, skrifið bara Kristján Ómar Björnsson viðtöl, þá er þetta bara uppistand að hlusta á gæjan. Já, ok. Hann bara bullaði. Já, til dæmis boltarnir voru harðir. Það var ein afsökun hjá honum. Já, hann er ekki ánægður með þeirra menn eru að pumpa svona í boltana. Hann vill helst hafa þetta bara grautlingt. Er hann í formi eða? Ég sé það ekki. Hann er í toppformi. Get lofaði því. Miðað við aldur og fyrirstöður. Miðað við allt sem að undan hefur gengið, þá er hann í toppformi. Nú staðan í öðrum leikjum er svo að það gengur vel. Þarna með Fylkir með skoti yfir markið, en ekkert fjari lagi. Ég kalla eftir breytingum hjá Kára, ég vil fá ferska fæturinn. Já, sérstaklega þegar það er svona langt lið á seinni hálfleik, þá viljum við sjá einhverja... Nákvæmlega, jafnvel gamla manninn, hann gæti fara dett inn. Þeir spila markmanninn, hann veit ekkert hvað hann gerir, negli fram. Já. Sérðu, byggarinn alveg með þetta, skalla tennis, Marri nær þessu. Ekki, en góð tilraun. Enga síður. Já, einmitt. Augnablik spilar sína heimaleiki í Fagralundi eða hvað? Nei, þeir eru í Fífunni. Þeir eru í Fífunni og hafa hérna gaman af því. Þannig að þeir eru eins og Kári að þeir hérna þeir þekkja loftina. Spila sína heimaleiki inni. Já, það er mjög fínt, skal ég segja. Ég er nú með ágætis reynsluðin að spila með Kára. Það er mjög fínt bara að vera inni. Já. Því að það eru ekki mörg lið sem eru með aðalvöll sinn innandyra. Nei, það er svona eitt lið, já, ég ætlaði að fara að segja það. Kláraðu. Það er nefnilega lið, og það er líka í Kópavogi, og það er lið handknattleiks félags. Já, og svo er eitt í kassadeildinni. Já, nefnilega, og þeir eru nefnilega líka rauðir, eða ekki? Eða svona rauðir og hvítir. Jú, þeir eru rauðir. Það er Leiknir Fáskursi. Já. Binni Skúla tók við þeim. Já, sem er mitt bróðir Palla Skúla og Einar Skúla, og Laufey Skúla. Og Siggu. Og Ragga Skúla. Og Ingi Berga. Já. Og svo er ein hérna sem heitir Þorbjörg, held ég, Skúla líka. Hún er ekki alveg nóg, eða er hún skemmtileg? Ég þekki hann ekki. Nei, þannig að ég, miðað við sískinni þá hlýtur hann að vera toppmaður. Algjörlega, Binni er alveg toppmaður. Já. En, já, hér kemur sending fyrir og hann er rangstæður. Rangstæða dæmt. Þetta, já, helgarinn með þetta alltaf hreinu hann að... Já, rangstæðan, hún er... Ætlar að vera rangstæðar helgina? Nei, ég stefni ekki á það. Ok, það er gott. Já, ég held mér yfirleitt fyrir innan. Já, fyrir innan? Fyrir innan línunar. Þannig að ég ger ekki ráð fyrir því. Nú... Eitt langur. Klikkar, beint á Árna. Hann þekkir þetta, hann hefur fengið þetta áður. Nei! Þessi var erfið. Já, hann var óheppinn Fylkir. En gríðarleg baráttu. Það hefur komið mikil baráttu andi með Sigurjóni. Þarna er víti dómari. Segðu, hann tekur hann. Já, fyllarinn. Og Fylkir. Og, nei. Kross og mark, ég vil segja það núna. Kross og mark. Þegar Árni gefur fyrir er yfirleitt mark. Hendi og gríðarlega vel gert Marra og þessi annað. Nei, ekki okkar dagur, ekki okkar stund, ekki okkar leikur, segir þjálfari Augnabliks. En við viljum nú sjá fleiri mörk í þetta, Guðlaugur. Þetta er leikurinn þriðja sæti eins og við höfum áður komið að. Ég vil jafnvel sjá rauð spjöld, það er kannski Andri ekki þriðja. Nonni Gríði mikill áhugamár í þriðja sæti eins og áður við komum fram. Já, talandi þriðja, þá vil ég sjá þriðja spjaldi í Árna bara. Nei, Árna, Andra.
sjá eina sólótæklingu. Já, þriðja rauða. Já, þriðja rauða í mótinu í hvað 4 leikjum. Já, það væri mjög skrítið, en það væri áhugavert að sjálfsögðu, en hefur þú fengið rautt spjald einhvern tímann? Ég fekk það einu svona hverfisbarnum og við tölum ekki meira um það. Gott, ég hlótt þeirra skilið. En Andri náttúrulega þekki það manna best að fá rautt, þannig að það hefur kannski ekki mikil... Hann er svolítið skap mikill, myndi ég segja. Já, hann svona... Hverjir eru svona skap mestir í þessu liði? Fylkarinn, ég hef séð Fylkarinn, hann er ekki. Hann er alveg, það, sko. jú, hann er ljúfur sem lamb. Ég verð að nefna okkar Marin og Hilmar, hann er þráðurinn svolítið stuttur. Já, en sástu þetta? Þetta var bara rétt fram hjá. Því miður. Það má reyna. Ég er nú ekki sá kannski með það alveg á hreinu, en mér finnst þér hita Fjári vel upp þarna. Já, mér finnst þér vera svona að reyna að Já, Jökull leggur mikið upp úr upphitun. Hann er lærður upphitunaþjálfari. Já, ok. Og Hallur Freyr Sigurbjörnsson, hann lærði einmitt hjá honum, er að sjá upphitun hjá Val. Þetta tengist allt í Skagan. Nú, já. Þú sérð hvað er hita vel upp. Þeir munu koma gríðarlega feskir inn og skora 2-3 mörk. Skítrættur um það. Við þurfum að skora allavega 1 í viðbót. Já, ég myndi halda það til þess að Þið segja séns. Já, til þess að séns. Við sjáum að okkar menn eru líka hita, en þú sérð að þeir haggast ekki. Nei, sérðu, þeir eru eitthvað að teygja, þetta er Gunni markmaður, hann er að teygja og hvað ætlar hann að gera með hann? Afsakið, ég nefnilega veit ekki, hann er ekki, þú veist, ég hef enga trú að hann kom inn á. Sérðu hana, hinir horfa bara, haggast ekki? Nei, sérðu hérna, sérðu, ekkert. Það er ekkert að gerast, en hinir eru alveg að hreyfa sig bara eins og enginn sem morgundagurinn. Og hann að leikmannum var átt með einhverja snúninga, Biggi hlæra þessu, nýbúinn að henda í 15 crossönd. Yes, vel gert Aron. Glæsilega vel gert, Biggi. Maður. Hörðu! Hann er gamli frekar seitt sjúkraþjálfarinn og við viljum nú sjá eitthvað kort, eitthvað lit á. Ég hef viljað sjá gult. Jafnvel rautt. Já. Þannig að eins og ég segja, þetta er appelsínugult. Já, þetta er appelsínugul viðvörun. Já. Og þær eru nú nokkrar það var alltaf hér, það var ekki hægt að kvarta yfir sig inn á Skaganum. Já, voru ykkur 40 útköll hjá Björgunarfélagi Akraness í nótt og í dag. Þannig að það er gríðarlega mikilvægt að það sé farið eftir reglum. Nú Biggarinn kom með eina langa hérna og vel gert hjá Sigurinn Ara. Markmann skýtur í sig? Nei, hann er með þetta allt á hreinu. Guffið byrjar að vinna í Fjölbraut. Hann náttúrulega, pappans náttúrulega kóngurinn þar, húsvörður, þannig að hann var ekki lengi. Hann reddaði starfinu hann sagði bara pappi, mig vantar vinnu og þá bara hringdi hann í hvað bara? Í pappa sinn bara, nei pappans hringdi bara í Lilju Alfreðs og hérna... Beint til Lilju Alfreðs? Beint til Lilju Alfreðs og hann fekk bara eitthvað 100% starfshlutfall þar. Og hvað er hann á starfsbrautinu eða? Já. Já, hann er út á... 450k á mánuði, hann lagði bara peningana á borðið. 450k á mánuði. Fyrir skatt? Fyrir skatt. Já, það er hægt að vinna með það. Já, svo borgar hann 35,04% skatt af fyrstu 336 krónunum. Já. Það ekki? Jú, 336, 916 og svo fer hann í 37,13 eða ekki? Nei, 37,19% skatt. Upp í 900 skall. Já, þá greiðir hann 46,24% skatt, en hann er nú ekki alveg þar. Nei, hann er ekki hátekið maður og verður það aldrei. Nei, sennilega ekki. Ég veit ekki, ég vona það reyndar. Ekki var alltaf að vinna í Fjölbraut. Nei. En hérna, pappan sem með það, veit ég. Já, en það er bara eftir skatt með þessu. Þið allir... Nei, já, flott hjá Árni, hann farið bara alla leið. Já. Takk á þetta. Alvöru kross. Hann er alltaf kunna að krossa Aron. Já. Ekki vandamál með það, nema hann kunni það ekki þegar hann fór í stærðfræðiprófin, þá krossaði hann alltaf vitlaust. En hann kunni þetta að krossa. Já, kunni að krossa, en það var vitlaust á stað. En þau eru best. Þau eru best, krossaprófin. Það sjáum við augnablik geysast hérna fram. Sverrir er alveg brjálaður, heyrið þetta, hann misti röddina niður með eitthvað saman.
Og þarna leikmaður Frendi með góða hendingu fyrir Árni fljót. Hann kann þetta Frendi sín, já. hann fær þetta frá frænda sín. Ég veit að... Nei, Árni? Nei, hérna, frændi minn. Já, nei, en Árni var með þetta halvið. Var svona, geða hann yfir, nei! Rangstað. Herðu, þetta var rangstað, dómari, en allt í lagi við fáum aukaspyrnu. Við græðum. Sverrir er alveg brjálaður, hlustið. Já, ekki sáttur með sína menn hann Höskuldur Gunnlaugs, en... Sérðu, hann er að missa það, bara hann er að drepast í hálfsverðinum eftir köttu og er að missa það. Hann klórar sér eftir smá, fylgist með því. Já, sjáðu, og Þetta kom klórið, já, flott. Búinn að klóra sér þarna. Núna róast hann. Já. Frændans, hvað gerir frændans Sverris? Hann fær víti. Nei, langt frá því að fá víti. Eitt langur, Sverrir er alveg með þetta, vel gert til Sverrir þarna. Og Frendi alveg með þetta. Hann kann þetta, frændi minn. Vel gert þarna. En allt í lagi, þetta var lagi að þetta var frændi minn. Já, Frendi kemur inn á bekk, setur hann og minnkar hann að muninn fyrir augnablik. Nú, hérna, staðan nú 3-2, þetta er nú bara... Það var svona leiðilegt og gaman að sjá, af því að... Já, auðvitað gengur ekkert alltaf vel. Ég minna, sko, það er gaman þegar það gengur vel, en... Gerist ekki alltaf? Nei, það gerist ekkert alltaf og auðvitað er það bara eins og er í öllu í lífinu. Það er eitthvað mórall í Kára, sjáu þið Kára lið, það er mórall í gangi. Það er að segja vondur. Og Sverri er enn að reyma inn í markteig, færa hann boltan. Hvað er Sverri að gera? Stattu upp, drengur. Og þá fyrir boltinn upp í Rjáfur. Nei. Það er farin að færast hiti innanborðs hjá Káramönnum. Marri enn og aftur eitthvað fór hérna alveg bara, tók hérna þrefalt kamokatsi og skrúfu. Já. Og nú liggja hérna annarhver leikmaður á vellinum. Það er ekkert að segja að Marino sé með háan sólstöðu. Og það er mark! Nei, vitlaust mark. En það liggja hérna tveir leikmenn og ekki í fyrsta skipti sem við sjáum Marino liggja. Það trúir honum enginn af því að hann er alltaf að drepast alveg, hann er alveg að drepast. Það er ótrúlegt hvað hann er alltaf tekinn. Já, maður skilur þetta ekki. Nú kemur Jökull kemur inn á sjúkraþjálfari. Nonni Kri öskrar hátt og snjallt Helgi. Ég tippa að Helgi sé að fara að koma inn á, eða þá það er bara komið Helgi. Já, það er annarkvort. Ég gerir nú frekar ráð fyrir því að Helgi sé að koma inn á, eða þó ekki Helgi í Einarsbúð, þó það væri nú reynda mjög skemmtilegt. Já, Guðni. Já, Guðni, jafnvel. En Jökull er hann að sjá hann er að meðhöndla hann eitthvað, hann er að spurja hann bara, er í lagi, Sjá hann að hann fær aðhlynningu, en Marino, hann trúir honum enginn, hann fær ekki sinni aðhlynningu. Er í lagi, ok. Og... Hvað svaraði hann? Marri, hann sagði já, er í lagi, hann ætlar að halda áfram. En Marri fer út af stjörnuleikur. Gríðarlega vel gert Marino, takk fyrir þitt framlag. Já, takk Marri. Takk Marri. Takk Marri. Herðu, Gunni, er hann að koma inn á það? Ha? Hvaða rugl er þetta? Þá kemur einn af hinum ekki inn á, út af markmaðurinn og... Já, ok, Gunni fær sénsinn, það er gaman að sjá það. Já, það væri reyndar... Þetta er áhugavert. Já, ég bara á ekki til að auðvitað ekki orða, en ég er náttúrulega greiðilega ánægður að hann sé að... Þú ert mikill Gunna maður. Já, ég hef alltaf verið og hérna... Ég kalla hann bara Gunni. Við erum það nánir að ég kalla hann bara Gunni. Já, ég er ekki ennþá komið þangað, þannig að ég verð að virða það. Ég kalla hann Gunnar, eins og hann heitir bara. Já, ég meina... Það er ekki að segja neitt annað. Nei. Gunnar Bragi. Hann er Gunnar Bragi Jónasson og afið þér heitir Jónas Bragi. Já, en þó ekki Gunnarsson, en þetta er ekki. Þetta tengist allt. Já, tilvílanir. Þessi eru svona góði vinnir. Já, akkurat. Já, ég hafði ekki pælt í þessu. En bróðir afa míns, hann hét hins vegar Gunnar. Já, Gunnar hvað? Líndal. Já, ok. En hann er nú farin fyrir móðana miklu því miður. Já, það er bara fínt. Nei, afsakið. Hann átti góða ævi, ekki? Jú, eflaust. Hann var bólstarari mikill. Hann var bólstarari. Hlæja því. Afi minn, hann var alveg... Afið? Já, sérstaklega langaði minn, hinn. Hann var bólstarari líka. Það var allt í bólsturum. Og hefur þú ekkert íhugað... Var í bólsturaran? Já. Jú, ég pældi mikið í því svona þegar ég var svona 12-13 ára, en svo ég ákvað að hætta við það. En Káramenn fá hérna innkast á miðjum vellinum. Miðjum vallarhelming Augnabliks, meinar við. Og gríðarlega vel gert þarna. Já, Augnablik þeir ná að... Þetta er gríðarlega flott spil. Já. Sjáðu, Frendi. Já, Frendarinn er með þetta allt. Setur hann niður. Já, beint út af bara í innkast. Nei. Það fær hann.
Það er að gera Arbegur á bekknum hana, mjög skrítin hefðin. Hann tók þær vittlausar allar. Já, það kann ekki góður líka stýra, en sjáum hérna bikarinn sterkur sem naut, nýbúinn að henda í fyllingur á vínarbrauðið. Þannig að gula draslið hana. Já, það er að besta við vínarbrauðið. Já, hann er nýbúinn að hendi í bara einhverju 10-12 stykki. Hvað finnst þér best af vínarbrauðið? Endinn? Nei, ég er ekki hrifinn af endanum. Ég hérna fyrir yfirleitt í miðjuna, en þetta var mjög gott innkast þarna. Hann kastaði bara í hann, við höfum ekki séð þetta áður. Nei, þetta var ný taktík. Já, bara drita í mannin og bara beint út af, þannig að Kári fær hérna innkast. En já, mér finnst svona best hérna þetta gula einmitt. Já, sama og þetta er bara smjörleðja, segja þér. Nei, það er ekki smjör. Nú, ok, fyrirgefðu. Ég er ekki bakarinn. Það er eitthvað búðingur, en það er eitthvað smjör sett í vínarbrauðin, ég get lofað þér. Þú taldi búðing, ertu búinn að smakka nýja Royal? Nei, en ég er reyndar búinn að kaupa hann. Ha? Já. Ætlarðu að gera hann eftir? Já, kannski bara bjóði þig, en ég er reyndar á hérna, ég á nóga rjóma heima. Já, alveg 1,5, ha. Akkur skildur eiga að mikið rjóma? Ég voru að spyrja Hallfreyja því, en ég á hérna alveg nóga rjóma heima, 1,5 lítur, en hann er allur útrunninn. Það er leitt að heyra. En talandi um rjóma, þá er nefnilega Gunni að koma inn á, nei. Það má ekki segja svona ljótt, en talandi um markmannsskipti, að þá er... Það var enginn að tala um markmannsskipti. En þá er nefnilega... Nei, heyrðu, sjáu þið hérna að Avans Hatta Stull er komin inn á. Hann er komin inn á. Hann er mættur, hann er ennþá... Já. Hann er að, hérna... Gríðarlega ánægður með að sjá það. Já, ég er gríðarlega ánægður að sjá Harald Stulluson komin inn á. Þá er bara mesta vafamáli eftir hvor kemur inn á af bekknum. Er það Benedikt Valur eða er það Andri Freyr? Ok. Og ég segi einn og þú segir hinn, þannig ég ætla að byrja vel. Ég held að Andri kom inn á. Já, ok. Hvað segir þú? Þá ætla ég að hérna, segja Benni Valur og ég líka bara vona það. Já. Maður er nýgiftur hérna og líka náttúrulega bara hvers son hann er, skilurðu, mér finnst þau eiga það skilið að hann... Já, það er toppfólk. Já, þetta er algjörlega toppfólk foreldrar hans og það er aldrei of oft sagt. Þekkirðu ömmur þeirra afa? Ömmur þeirra og afa? Já, þetta langammu... Nei, ekki þeirra, Átna og Benna. Já, Dóri. Já, Dóri maður, hann er alltaf í dansinum, hann er alltaf að dansa. Nú, bara Jói dans? Já, hann er hérna... Fór hann í Allir geta dansað? Nei, hann komst ekki inn, hún var kallað í hann og hann fótbrotnaði rétt fyrir keppni. Nú var það svoleiðis. Og svo er hinum meginn, þau eru á bakkatúninu á Mánsháli. Og vel gert hjá Gunnar grípur þetta. Það er toppfólk líka. Já. Benni, hann slæri alltaf garðinn í neðstu stillingu. Og þetta er best. Þetta er best leikni garðurinn á Akranesi. Já. En hann orvar ekki eins og það. Nei, hann er ekki fann að fjárfesta í einu orfi. Það var náttúrulega ekkert flókið fyrir hann að kaupa eitt orð þar sem að nóg er til. Heldur betur. En ég meina, hann er að slá garðinn bara annarkvæð dag eða eitthvað. Hann hefur ekkert að gera maðurinn. Það er alltaf bara í neðsta. Ef við viljum skoða þetta á sumrin, þá er þetta bakkatúnið í sjáist hragggarðinn. Þetta er ótrúlega að fylgjast með þessu. Það er þetta að púta hana bara. Það er bara þetta að púta hana. Þetta er betur slegið en pútuturinn á höfða, það er nokkuð ljóst. Já, en augnablikarinn er svo... Úja, víti. Nei. Langt á því. Byggi alveg, hann brjálar, hann vill fá eitthvað gult á leikaraskapað það. En... Þeir eru alveg með þetta dómaratríóið. Þó ekki Ríó-tríó. Sérðu, einn langur. Flott. Það er fínt að losa oft með einu löngum. Og Andri Júl, sem að veit ekkert hvað boltinn er, en Andri Júl átti sitt besta tímabil í íslenskum fótbolta? Já, allavega skoraði. Aldrei skoraði jafn mikið? Nei, aldrei skoraði jafn mikið og ég meina var miðjuviðburðinn, besti leikmaður Kára á síðasta tímabilið sammála því og 2019 og hérna mjög góð 2018 en kannski svona besta tímabil hans á sínu ferli er kannski tímabil 2005. 2005? Þarna fær hann alveg bara beint á kjamman. Okkar maður sjúkraþjálfarinn. Hvað skoraði hann 2005? Þá er hann að spila held ég bara nánast alla leikina og skora, já bara að vild og þar sem við vorum með náttúrulega gríðarlega gott lið á þessum tíma, Gulla Jóns og Hjört og Pálma og Kára þarna í aðalhlutunarkýrinu. Hvað var í strækjandum? Nei, ég held að hann hafi ekki verið í strækjandum en hann var allavega
Já, við vorum með Sigur Ragnar Eyjólfsson þá með Hirti frammi. En Andri spilaði held ég alla leiki og skoraði nokkuð mörg. Þá einungis 20 aldri. Já, svo fór hann í Framarann og það gekk ekki nógu vel. Nei, en hann reyndi líka fyrir sig fyrir norðan, þar sem hann spilaði með KA, ég held að hann gengi ágætlega þar hjá hann líka. Og svo var hann kominn hann eitthvað í Noreg og var í atvinnumennsku þar. Já, segjum það. Jökull Ingi Elisabethason þurfti að koma inn á hana og það væri fínt fyrir það bara að fá hann inn á held ég. Hann er ekki nema, hvað er hann, 80? Hann er 81. Já, hann er yngri en Kristján Ómar. Já, sér það. Eða hann er 83 eða 81, annarkvort. Skulum bara tjekka á því. Já, tjekkum á því, það stendur ekki. Nei, það er hægt að fara bara inn á íslendingabók.is og gáða því. Býta aðeins núna. Og eftir 2-1. Og það eru 70 mínútur búnar á leiknum. Og Kári er að vinna. Já. Og Aron hérna meðan. Aron búinn að spila hennar leik afar vel í bakvörðunum. Það er einmitt skemmtilegt að segja frá því að hann er bakvörður því að hann er einmitt bakvörður líka hjá Rauða krossinum þar sem hann styrkir hérna Rauða krossinum einhverjar 1500 krónur á hverjum mánuði. Já, er hann bara að styrkja Rauða krossin? Já, styrkir bara Rauða krossin. Já, ok, bara það besta? Já, bara það besta, Rauða krossin, allir að styrkja. Hringi 1717, hjálparsímann. Já, þeir eru með þetta Rauða krossin. Já. Allir að styrkja gott málefni og vera bakvörður, en þarna er vel gert hjá Eggerti. Sett hann yfir. Sett hann yfir, drengur. Eða skoraði bara. Strói hann, Kristján. Sáu þetta maður! Sáu þið Kristján Ómar, hann er það gamall. Hann leyfði honum bara að fara framhjá sig, hann sleppti að fara í tæklinginu. Já. Hann er búinn, hann er bara búinn. Hann er bara búinn, segir hann. Skiptingi vændum hjá Blikunum. Já. Held að þetta sé þeirra besti maður í stiginu og meiðslum. Já, er þetta sá? Já, ég er gríðarlega hræddur við þessa skiptingu, þannig að við þurfum meira að skora áður en hann kemur inn á. Já, ég er hræddur það. Staðan í leiknum þetta, bronsið er 3-2, Kára í vil. Auðvitað er þetta engin fórusta. Nei. Svona í ljótu, 3-2. Menn hafa klúðrað þessari fórustu. Nei, rángstæða þarna, það var rángstæðar þarna. En það er skipting í vendum og ég er nú ekki alveg með töluna, er þetta ekki þriðja skipting hjá? Sko, frændi minn er kominn inn á, svo er Ómarinn, Kristján Ómar. Ég bara þekki ekki nógu vel, markmaðurinn er þá inn á hana. Já, 18-inn. Hlýtur að gefa eitt í viðbót, hann á eftir að skora sjálfsmark. Já. Nei, hann er farin út af síns. Nú, ok, hann skorar semst ekki sjálfsmark í dag. Nei. Er hann farin út af? Já, hann er ekki hann. Nei. Það er gríðarlega mikið óbrigð. Já. En bara leið hann kemur heim, það er bara fyrsta skipti, pappan spyr ekki hver er kominn inn, hver er kominn, hann bara byrja hvað skorar hann mörg sjálfsmörk, það er bara fyrsta spurning. Já, hann verður sáttur, vel gert sonur, segir hann, bara ekkert. Já, hann segir bara hjúkk, en hann tæpur Andri að stela knettinum. Hatti setur på góða pressu á þetta, þrátt fyrir mikinn aldur. Já, þrátt fyrir mikinn aldur, en reynslan skilar honum þarna. Hvað er hann að gera við alla þessa peninga sem hann á? Hann er bara... Þetta var rosalegt! Dómari! Nú fljúa einhver lótt, Andri er brjálaður. 5 rauð segir Andri, 5 rauð á hann. 5 rauð en hann fær ekkert. Það er bara gult. Hann er löngu komið spjald þessi, sagði hann, en Egill er með þetta alltaf. Nonni Kri heldur kúlunu, sýndist mér. Já. En já, Hatti Stull náttúrulega með gríðarlega reynslu. Með boltan hana, færir, sjáu, aukaspyrna var hana 1,5 metra aftar. Hann færir boltan framar, græðir hana metir, hann veit að hann getur ekki sparkað svo langt. Já, kann þetta, kann fræðin, veit upp á hár, sérðu. Hann hefði ekki drifið svona langt en hann hefði skotið aftar. Og þó þetta fær ekki á bygga og mark. Sérðu. Tæft var það. Vel gert í Hatta, vel gert. Fylgjarinn lesi þetta eins og opna bók. Yes. Fylkirinn, gríðarlega öflugur. Toppaði samt á fyrstu mínútunni þar sem að hann... Já, og þeirri 30. Og 31. náttúrulega, en... Það hefur verið svolítið niður á við, en þó staðið sér vel. Já. Gurraði með tölfræðina alveg á hreinu. Já, búinn að skrifa þetta allt hjá sér. Við kannski bara
fáum Gurru til þess að koma hingað á eftir og hérna... Ef einhver sem að horfa í höllri þá má hann segja Gurru að koma. Já, við viljum endilega fá Gurru til þess að fara yfir með tölfræðina. Hún búin að taka þetta allt saman og hvað heppnaðar sendingar og tekur bara allt hjá Fylki, bara hjá Fylki. Hún bara að pæla í hans framförum og hún tekur þetta allt saman og... Skiljanlega, ekki náttúrulega að hugsa hinna. Nei, nákvæmlega. Sérðu, Fylkirinn, unni bolti, já. Og brot. Það fínt á tölfræðina. Fínt að fá, sýnir hann sé harður og reiður eins og þú smá svona attitude og hún með þetta. Ég held að þetta sé bara fyrsta annað brotið hans. Já, það bara fínt. Já. En... Sérðu, hann leikar sér eldinum. Fínt að láta aðeins finna fyrir sér að segja ég Sigurnari, ég hér. Já, hann að vinna með það. Heldur hann að hvísla það? Já, hann sagði ég hér, segir hann. En Sverrir alveg með þetta beint í, það er margt, nei, það er langt framhjá. En Sverrir hefur spilað bara með mikla þekkingu á fótbolta og spilað eins og höfðingi. Já, hann þekkir fræðir, hann einmitt að þjálfa líka, hann þekkir þetta allt. Já. Hann þekkir þetta allt. Já. Og hann þá að þjálfa eitthvað flokk eða? Já, hann að þjálfa 3. flokk karla hjá Íþróttabandalaginu. Ok. Hattarinn, já. Alveg þó ekki hljómsveitin. En auðvitað, tæpur hana. Já, það er enn sjáðu þið, hann með þetta allt. Og takkið eftir ágætu hvar hotspinna verður tekin, sjáðu þið. Hann gerir þetta, sjáðu, hann þekkir þetta, sjáðu þið. Hann fer aðeins framar. Fær þarna, stelur þarna sentimetrunum, já. Það er það sem munar oft í boltanum, sentimetrunum. Algjörlega, ætti að þekkja frábær hotn og sérðu, bingo, mark. Ok, þetta var góð tilraun, vel gert Hatti. Mjög vel gert hjá Hattaranum, sérðu Biggi sagði vel gert Hatti. Marri setur bara svo, nei, ég meina Aron. Það er nánast einn og sami maðurinn, Marri og Aron. Mjög álíkir á velli. Álíkir á velli. Og í hegðun. Já. Setur hann í gegn, hann er einn í gegn. Hvað gerir byggarinn? Fræddi hana inn fyrir miðju. Vel gert Árni. Árni með þetta allt í teiskeið og enn og aftur. Nei, ekki að reyna að gefa mark, frændi minn skorar. Sjáu þessa markvörslu! Köttin á þetta, kötturinn í markinu. Gunni Ver. Gunnar eins og ég kalla hann. Gunnar Ver og hérna... Þú kallar hann Gunnar? Gunni Ver, já. Takk þetta stutt, heimskir, skora ekki. Nei, það er ólíklegt. Við tölum það fyrir áleik, þetta stendst núna, sérðu? Aldrei hætta. Aldrei hætta og Andri með öfluga hreinsun hana. Auðvitað getur þetta verið erfitt að vera svona einn upp á topp þegar að liðið þitt er að verjast. Það getur bara verið hundleðilegt. Já. En hann fer þó ekki að væla. Nei, hann fer ekki að væla og skæla eins og maðurinn sagði, en hér er eitthvað barátta knöttinn og vel gert hjá byggaranum. Búinn að henda í 15 Ástórslaufur. Hann fer í andlitið. Fer í andlitið á hann og fær aukaspyrnu. Það er best að kýla og svo fá aukaspyrnu. Það er góð taktík að segja hann. Já, hann meira að vinna með þetta. En leikmann nr. 4, ég sagði nr. 4, leikmann nr. 4. Hattarinn að reyna að fá slag hérna, hann myndi ekki taka hann í slag, hann er mjög lélegur í slag, hann Hatti. Leikmann nr. 4 fekk hérna brott dæmt á sig, leikmann nr. 4. Leikmann nr. 4? Já, ég sagði nr. 4. Já, ertu að tala um Bjarnar Guðjónsson? Já, ég sagði nr. 4. Já, ok. Ok, þarna er erfið sending og bent út af. Tekur bara teyjuna eftir þetta. Já. Spretti svona völlinn og Hattarinn með þetta allt í heppnu sending. Fylkirinn, heppnu sending. Gurra með þetta allt skráð. Við. Það er að gerast hérna. Það var ekkert að þessu. Við verðum aðeins að tala um mætinguna henni. Já. Hún er ekki upp á marga þorska. Nei, en eins og þegar það er fámetta þá er líka góðmett. Já, en ekki núna. Það er hvað? Jú, það er þarna kannónur. Kannónurna mætti í byrjun sem við náðum að tellja það upp. Já. Það eru svona tryggistunum sem mæta réttum tíma. Já. En það er eitthvað kort að fara. Þetta betur mætingu næst. Já, sérstaklega þetta er bronsleikur. Algjörlega. En það er svona menn sem og konur sem að mér finnst sko eiga að vera hérna en eru ekki, sem að mér finnst vanta. Ég verð nú...
Já. Förum í þetta, þú hafði rétt fyrir þér. Ansans. Jep, það er þó ekki fyrsta skipti sem ég hef rétt fyrir mér, en við erum að sjá... Nei, en gagnvart mér er þetta í fyrsta skipti. Já, ég veit nú ekki með það, en ég held að þetta sé einfallega bara skipting leiksins. Nú á 70. og 9. mínútu þá erum við að sjá Benedikt Val Árnason koma inn fyrir Eggert Kára Karlsson sem hefur átt stjörnuleik, það er ekki annað að segja. Já, algjörlega. En Benni er kominn til að sigla þessu eins og ég er viss um það, en já, talandi um fólki sem vantar einhverja kannanir. Já, vantar, ég bara, hvar er Jón Gull? Af hverju er hann ekki kominn hérna? Já, Kjartan og Kvóli. Kjartan og Kvóli, ekki hérna, Biggi Bigg, ég sakna þess að sjá hann ekki. Já, Villa Bigg. Villa Bigg og Rósa Bigg jafnvel. Auður í mörk, hún er ekki. Nei, hún er ekki. Einar Skúla er ekki. Nei, ég sé hann ekki. Bjarki Dúdd er ekki. Veit það ekki, ég hef ekki séð hann. Ég meina, ég vilja sjá Helga í Einarsbúð. Ég, svona persónulega, þá ég vilja sjá hann. Frekar en Einar allavega, í Einarsbúð. Já, eiginlega. Já. Laufey Skúla, ég hef viljað sjá hana. Ég hefði viljað sjá Ernu í Einarsbúð. Hún hefði gaman að þessu. Ég er ekki viss, en hann kemur 4 og 8 skot hana. Já, þessi svona helstu eru ekki að mæta. Nei, þau eru ekki að mæta. Mætingur úr þeim. Þá koma hinir. 4 daga gamli frændi minn líka, ég hef viljað sjá hann hérna. Já, hvað heitir hann? Strákur? Já. Drengur? Já. Gott nafn. En þetta er gríðarlega vel spilað hérna hjá. Fyrir þá sem er ekki búinn að taka eftir, það var Eggert á hægri, núna er Helgi kominn á hægri og Benedikt Valur fer á vinstri þar sem Helgi var, bara svona fyrir það sem vilja skilja þetta. Og Benni fær boltann, hvað gerir hann fyrst í snertingin? Vel gert. Hattarinn beint inn fyrir á Andra sem eltir, markmaðurinn er fastur á línunni, veit ekkert hvað hann að gera og skallar þetta vel gert hjá the keeper. Voðalega ragur á línunni þarna, hann þarf að bæta þetta í sínum leik. Ég get sagt hann það eftir leik. Já, við bara kvísluðum á honum. Já. Vel gert Bygari. Sverrir með frábæra touch. Alltaf fram á því hjá Sverri, alltaf fram á því, eitt langur, beint á, hann er ekki rangur. Það er langur, já, fyrirgefðu. Já, akkurat. Krossa þessu. Vel getur Benna, sjáu yfirvöðuna á boltan og kontu segir hann. Já, fær hann að Hattan í þetta. Og vel sótt, sækir þetta gríðarlega vel. Mjög vel gert hjá Hatta, en dómarinn bara skilur ekki alveg leikinn. Nei, þarna bara sjáum við gott dæmi það að dómarinn skilur ekki þegar það verður aukaspyrna, þá á hann að dæma. Auðvitað, þetta er bara aukaspyrna. Sérðu, og svo fara þeir núna bara í hraðasókn og bara bæng og mark. Sérðu, þetta er náttúrulega mjög skrítið mark reyndar, en þetta er náttúrulega bara skólabókardæmi hvernig á ekki að dæma leik. Já, þetta var galið, þetta var aukaspyrna. Auðvitað var þetta aukari. Og svo tók hann bara einhvern mesta snúning sem hefur gerst og Gunni bara hringsnýrist þarna og veit ekki alveg. Skildi ekki boltann, hann skildi hann ekki. Nei, hann bara talaði eitthvað tungumál. Það var bara eins og þegar maður fer bara til Íslands og þeir byrja að tala og það bara I don't understand eitthvað. Gunnarinn bara var þannig, hann var í Íslandi. Vá maður, þetta var, kemur svona eins og þruma úr heiðskjöru lofti, þetta mark. En staðan er því orðin jöfn í fyrsta skipti frá því að staðan var 1-1. Já, í fyrsta skipti. Í fyrsta skipti síðan hún var 1-1. Já, hún er bara jöfn 3 svar í dag. Já, en við ég skal segja eitt jákvætt við þetta. Já. Við fáum lengri skemmtun hérna í kvöld af því við förum beint í vítakeppni. Nú er það, já? Það er svoleiðis. Já, ok. Þannig að það er ekki öll von úti fyrir þá sem vilja eiga skemmtilegt föstudagskvöld. Já, þú meinar? Já. Jæja, það er þá bara viljum við helst að þetta fari bara jafntefli. Já, við tökum þetta alltaf í vítónu. Já, en er ekki framlengt í þessari keppni? Nei, þeir eru ekkert að vinna um framlengingu. .net, þeir nenna ekki, þeir eru bara svo kallt og þeir eru með peningana. Já, hann rennur hann einn leikmaður. Skjóttu, drengur. Hattarinn gerir þetta, en ég verð nú að viðurkenna það að þó að Benni kom inn á, átti að koma inn á til þess að halda, það mishefnaðist algerlega. Ég meina, það er bara augljóst, það gerðist ekki það sem átt að gerast. Og Nonni Krei er bara að falla á prófinu þar. Þetta var nálagt, þetta var næstuð í mark. Hann er að falla á prófinu, Nonni Krei. Já, ég myndi segja það að Við erum þá ekki að kenna Benna sjálfsögum neitt. Nei, þetta er ekki Benna að kenna, alls ekki, hann er bara settur í svo stöðu. Þannig að auðvitað er þetta ekki honum að kenna Þetta er bara dómarnum að kenna. Og Nonna. En ég vissum að Benni kom með kross og leggur upp mark, ekki spurning. Við vinnum þetta. Ég hef mikla trú á því og sett hann. Eitt langur fram. Við erum búin að vera að sækja svolítið í löngu boltan seinna. Og hann fyrir út af, boltinn fyrir út af innkast sem að Augnablik á 17. innkasti þeirra í dag.
Þeir eru að vinna seinni hálfleikinn því miður. Algjörlega, Það var það sem Jökull sagði við hálfleik, vinnum seinni hálfleikinn. Já, var hann að Það segja. er til að byrja með. Þeir hafa verið heppnast. Já, algjörlega, og þeir hafa verið betri í síðari hálfleik Já, bara algjörlega. enn í þeim fyrri og Sjáðu, núna kunnum við það. Og krossinn sem ég var að tala um. krossarinn, já, vel gert, Horn. mjög Já, góð. hot. Já, vel gert Þetta Egill. er hot, Egill þarna, Áki var búinn að tala við hann. Guðvarðurinn. Já, ekki málið og Áki sagði hot og þá dæmir Egill hot. Já, ég meina augljóslega. Já, Sjáu þið Hatta núna. Hvað gerir hann? já, stilur þarna solid Sentimetrum. og það ætti að koma einn langur inn á og Sérðu, byggarinn. tæft var það. En þá fer í stað augnablikið sóknin en Fillarinn með sendingu á mótherja og Gurra skrifa það í bókhaldið. Og þarna er 7-an, gríðarlega öflug á okkar skot sem að fer lengst. Þetta var nú full lélegt hjá honum. Já, ekki, er þetta Þóri Guðjóns? Barnið hans, Já, já. sonur hans. Ok. Þórir Guðjónsson. Þórir. Það var gríðarlega góður dagskrárlegur. Fylkir. Hitt og heldur. Fylkir með sendingu á mótherja og Gurra skráði á sér. Við köllum náttúrulega eftir að fá Gurru í spjall. Hefum ekki ennþá fengið að verða þess en vonandi kemur hún. Já, hún Innan kemur tíðar. hérna á 88 tippa ég. Já, Það er bara hennar fáum mínúta. hana bara kannski í vídeóinu. Já. Fáum hana kannski bara í vídeóinu. Það var ekki leiðilegt allavega en leikmann nr. 8 fer með boltan út fyrir og innkast sem að Kára eiga. Nú áhorfendur hér í dag eru 41. Já, það er vandræðalegt. Já, það er hægt ekki að bæta úr því. gott en það er eitthvað þá til að bæta. Já, Já, það er já. rétt og þetta hérna við getum ekki kvartað. Sjáu þetta. Hérna. Þeir eru að sækja í sig veðrið. Átni vel upp balinn, sendir hennan út af. Andri með gott touch á Bennaval sem kemur með sendingu inn fyrir ekki rangstæður. Hann er rangstæður. Hvað er hann að dæma hann? Er hann með þvag fyrir heila hann? Eða var þetta... Nei, þetta er alltaf leið. Það gæti alveg verið. Ég þekki bara ekki hver þetta er. Já, þetta er Helgi. Já, nei, hann er ekki með það. Nei. Ég var eitthvað hann eins og fljótur á mér en auðvitað var þetta rangstæður. Skoraði Hatti. Framhjá. Hatti. Hann hefði þurft að, ég meina ef menn ætla að skjóta af þessu færi þá þurfa þær að fara aðeins nær. Það er ekki hægt að skjóta af þessu færi, menn þurfa að fara aðeins nær. Ég finna, ef einhver veit það, þá var það Hatti. Já, Hatti veit það. En hvað er í gangi? Markmaðurinn, já, hann er með þetta, hann er búinn að læra mistökunum. Á alveg að spila sig út úr öllu. Sérðu, Filli? Nei. Filli vel gert hjá Fylki. Vel gert. Hann var óhefndinn. Það var ekki, þetta var lélegt. Gurra skráði þetta lélegt 1. Gurraði með þetta allt upp á 10 í Það bókaldinu. styttist í 88. mínútu eða vítóð, hvort, hvenær kemur hún, það er spurningin. Það sem að geta að það er ekki samræmi hjá klukkunni á vellinum og hjá okkur en við vorum á tánum, við erum með rétta klukku og Svenni var ekki á tánum, það er bara, þegar Eggert Halldórs er ekki, þá er klukkan í bulli. Hann er með þetta algjörlega, Nonni Grif vill að einhver aukaspyrnu, fær ekki. En hérna, ef við spáum aðeins í vítakeppnina, hver er að fara að taka víti? Fylkir, Benni, Árni, allavega þeir þrír, það er 100%. Gunni og Aron, ok, það er klárt, þessir taka víti. Veitum við það, það er þessir þrír. Við höfum ekki ræðið það meira. Nei, 5. 5. Þessir 5. Og bara 5-0 í vító, það bara fer 5-0. Þetta er gult. Fær leikmaður nr. 4, í sag nr. 4, auðveldasta gula spjald sem hann hefur fengið í dag. Að dæma hann Egill og fær gult. Þetta var ekki á leiðinni inn. Gult á báða. Nei, það var bara gult á leikmaður nr. 4. Gult á báða hefur mjög skrítið. Tók á sig gult spjald þarna, leikmaður nr. 4. Gefðu hann bara Aron, gefðu hann. Hvað er Andri að gera? Þetta var mjög furðulegt allt saman. Þetta var ekki Benna að kenna, Andri. Nei, alls ekki Benna að kenna. Takk þetta á þig og hypjaði í fremstu vílunum. Já, þetta var mjög furðulegt. En þetta var ekki Benna að kenna frekar en marki sem við fengum á okkur hérna áðan. Nepp, alls ekki. Það var Andra að kenna.
Þarna er leikmaður númer 4, tekur móti boltanum. Hann hefur þetta vel gert. Sjáu þetta touch á 80 módelinu. Og Bakarinn er með við fáum bakarinn. Þó ekki Gunni. Nei, búinn að henda í einhverja kleinur í dag og Ég er búinn að henda í allt, bara óstöðlaufi, croissant, vínarbrauð og kleinur. Já, allt í dag. Það er brjálað að gera í Vaknaði 4:30, svipað leitu á Benni Jósefs var að keyra. Já, ætli Benni Jósefs hafi farið hérna Kjalnesið 4:30. Hann hefur ekki hent í status í dag í ferðaveður og Kjalnesinu. Ég er ekki, hann hefur þurft að fara klukkan 2. Hann hefur farið laust fyrir 2, cirka. Laust fyrir 2? Það er bara drast. Við þurfum að fá Benna í hús til þess að, það er að segja Benna Jósef, til þess að sjá hvort að hann hafi... Gætur hringt í bróður hans. Já. Jafnvel, það er að segja Ella Gitta. Eða hvað? Nei. Nei, hann veit það ekki. Ég er ekki viss að hann viti það, en... núna er Árni Fylkir Árni er bara, hann þarf aðhlynningu. Nei, er hann með krampa bara, er hann ekki í standi? Það er kuldinn líklega, Árni er alltaf í standi. Já, Árni sem er úr járni. Árni. Og er engin venjulegur maður. Nei. Nú eru komnar 90 mínútur á klukkuna og venjulega er það fullur knattspyrnuleikur, en oft er það bótt ykkur við, en við sjáum hérna Benna. Sérðu! Næstu því. Gríðarlega vel gert þannig að Benna var komandi inn á og Hatti ætlar að taka þetta horn. Ég vil sjá alla inn í bara núna, allt eða ekkert. Af því hornin þau skila. Hornin þau hafa skilað miklu í gegnum tíðina. 7. horni í leiknum ef ég er að telja rétt. Já, mér sýnist það að vera rétt hjá þér, en þarna kemur leikmaður núna, Gísli Eyjóls. Hann er að koma inn á. Ja, hann má náttúrulega spila í fótbolta.net, þarf ekki að skræða liðið. Það verður gríðarlega öflugt að sjá Gísla Eyjóls bara beint. Þeir hendur honum bara í vítakeppninu og hann er góður að verjast hornum. Já, ok. Sjáðu, hann er þarna á Sverre. Og Sverre! Gríðarlega mikilvægt. Herru, það er bara núna, það eru bara 4 á 3, 5 á 3. 5 á 3, sérðu Fylkir. Vel gert hjá Fylki. Byggarinn er kominn. Sérðu Fylki. Sérðu. Hanna. Og þeir misstu þetta illa og það er bara 5 á 3 aftur, öfugt. Eða 2 á 3. Já, 2 á 5. En þetta er búið. Þetta er bara búið núna. Nú ætlar Egill að fara... Gísli Eyjóls nær ekki setja marksett á leikinn. Nei, þó að maður hefði kannski haldið það. Já, hann er það góður. Benni verst þetta gríðarlega vel. Leikmaður kemst ekki hvorki lönd né strönd. En það er leiðilegt að sjá að Kári Ársæls fær ekki mínútur hér í dag. Hann er á bekknum hjá Augnablik. Hann getur ekkert. Nei, ekki lengur, en það er líklega ástæðan fyrir að hann fær enga mínútur. Kannski er hann bara hann upp á gamanið. Já, hann er einhver flugumferðarstjórið, það þarf að stjórna þessu. Já. Sjáðu, það gerist ekkert restina af leiknum. Hann skaut í sig og samt virkaði þetta. Já, það er bannað eftir að skjóta í sig í vítunum, þá er það ógilt lítið. Ok, ég er ekki viss að Egill viti það, þannig að það er spurning hvort að ykkur... Já, ég get sagt hann það bara. Já, flott. Kalla hann eftir, hann að Gurra og Egill koma í hliðinu. Já, það er bara svoleiðis. Nú, hann kemur leikmann nr. 4, ég sagði nr. 4. Hann á góða sendingu á leikmann nr. 3 sem að fer hann fram í Hatta. Nei, Gunni verið þetta gríðarlega vel út tæpur, nei. Frændi var ekki nálægt þessu. Andri vill fá hann. Hvað gerir hann? Fær hann? Beint í rjáfur. Nei, Andri, Gunni þekkir höllina gríðarlega vel. Þekkir hann eins og handabaki á sér. Já. Sjáu þið Benna. Guð minn almáttugur. Ég sagði þér að það gerist ekkert restina af leiknum, hafði engar áhyggjur. Nei. Eða hvað? Nei, gerist ekki neitt. Nei. Hann hitnar bara ekki. Nei. Já, flauta þetta af. Andri er ennþá í mörgum vel gert þarna hjá Árna. Lætur finna fyrir sér. Já, gríðarlega. Það virðist bara vera sem svo guðlur að við séum að fara í vítaspyrnukeppni. Já, ég held að þetta er bara rosalega góður leikur sem við fáum inn í dag. Já, við kvörtum ekki, við vildum mörk og fengum 6 mörk og ekkert víti. Ekkert víti, en fáum nokkur af vítum. Að minnsta kosti 6 víti fáum við. Já, er það? Já, það verður alltaf að taka 6. Á lið þá eða? Nei, ekki á lið. Ok. Bara á hóp. Þannig að ef Káramenn myndu fá fyrstu 3
vítaspyrnurnar, klúðraði með öllum, Já. þá væri í rauninni þyrfti ekki að taka meira, þannig að það er í rauninni bara 3. Þeir byrja ekki að taka 3 í röð. Nei, ef það væri svoleiðis. Já, ef það væri svoleiðis, já. Einmitt, ég skil ekki alveg en. Herðu! Nei, herðu, ég hef viljað sjá gult rautt þarna en Gunnar hristir þetta af sér og Gunnar er klár í vító. Byrjum þetta strax. Þetta leikurinn fór í 94 mínútur og 11 sekúndur. Það er svona venjan að bæta við 3-4 mínútum en á Spáni bæta þeir yfirleitt minna. Já, þeir yfirleitt ekkert að bæta við miklu þar. Ef ég þekki Andra rétt þá velur hann hérna hliðina sem að snýr að Grundaskóla. Ok, er það hans hlið? Já, það er hans hlið. Hann var nefnilega ekki í Grundaskóla, þannig að þess vegna velur hann hana. Ég held að hann hafi verið í Grundaskóla. Já, ok. Já, þekki ég ekki. Já, mamma og pabbi eiga heima þarna Smáraflötunni. Ennþá? Já. Júllarinn. Eins og við sjáum núna þá er staðan að verða 0-0. Við teljum bara mörkin í vítakeppninni, það er bara þægilegast þannig. Já. Ekki láta blekja ykkur, þetta endaði 3-3. En þetta hefur nú farið áður í vítaspyrnukeppni, er það ekki? Jú. Þessir leikir virðast hjá Kára fara alltaf jafntefli. Já, það var í fyrra og hitt í fyrra. Tapaði hérna... Árið 2018 þá töpuðu þeir í vítaspyrnukeppni á móti Þróttvogum. Já. En í fyrra þá var það ekki Víkingur Ólafs? Nei, nú er eitthvað. En ég man allan það var eitthvað vítaspyrnukeppni og Viktor Helgi skoraði. Já, við erum að fá gríðarlega flott viðbrögð hérna. Viðbrögð frá okkar fyrirverandi yfirmanni. Og fyrirverandi þjálfari Kára. Já, hann er gríðarlega ánægður með þetta. Gríðarlega ánægður með þetta og við... Hann segir bara, ég hef aldrei séð jafn góða lýsendur á ævinni. Við viljum að finna þetta hérna. Já. Lúðvík náttúrulega þjálfaði Kára hér árabil og byrjaði þetta Kára-ævintýri. Núna þykist hann vera eitthvað að þjálfa hjá Knattspyrnusambandi Íslands. Gerir ekki neitt þar. Gerir ekki neitt. Eina sem að sér hjá honum er að það er einhverju flugvélar. Já, hann sagði að það hefði verið eitthvað bull og vitleysa sem að væri að koma hér fram og hann vill hafa okkur sem oftast bestu lýsendur sem hann hefur séð á ævinni eða jafnvel heyrt frekar kannski. Já, nákvæmlega. Takk fyrir það, Lúðvík. Takk fyrir. Yes, sir. Takk fyrir. Fleiri svona komment endilega. Já, við erum ekki yfir gagnrýnar hafnir. Það er verið að spurja hérna Kári Ársæl spyr hérna hvar Sindri Snæfells er. Já, hann spilaði seinasta leik og... Já, ég veit ekki alveg hvernig þetta fór. Hann er á meiðslalistanum í dag. Hann er á meiðslalistanum, að vægtir orðu tekið. Hann var nú hættur, sagðan, en svo kom hann allt í einu með comeback í seinasta leik. Já, já. En það er hægt að segja að hann sé á meiðslalistanum. Skulum sjá hvernig hann... Ekki spurning. Nú túlkar það. Já. Eða menn þarf að segja. Vítaspyrnukeppni, það er augnablik sem að hefur leik. Er það ekki þannig, Guðlaugur, að í vítaspyrnukeppni er betra að byrja? Að sjálfsögðu. Þá ertu með taugarnar í þínu liði. Já. Og tölfræðin er líka þannig að liðið sem byrjar vinnur oftast. Já, oftar. Það er 62,34% tilvík. Já, ok. En þegar við töpum við Þrótti, þá var einmitt skorað úr öllum vítum nema einu og það var einn leikmaður sem er núna sem klúðraði. Nú? Vonandi tekur hann ekki í dag, eða hvað? Árni Þór, hann klúðraði. Já, nei, hann klúðraði ekki í kvöld. Leikmaður númer 3, sjáu þið. Hvað gerir Gunnar Bragi? Hann segir hérna vinstra meginn frá mér séð. Hann er að taka afvegarlegginguna og hann fær að þangað. Vel gert, vel varið. Nei, ok. Beint á markið bestu vítin ef hann fer í annarkvæmt hornið þar að segja. Gríðarlega vel. Herru, fáum núna, hérna, hvað er heita núna marka? Þetta á leikmaður númer 3. Hrannar Bogi heitir hann, ég man það. Ok. Hrannar Bogi setur hann öryggi. Nú Andri Júl fær að taka fyrstu spyrnu Káramanna.
Hann er yfirleitt drjúgur á punktinum. Sjáum hvað setur, ég held að Hann slær í slanna markmann sem Já. er ólulegt. Ég held að þetta sé verði laust. Hægra hornið. Laust. Og hann ver þetta. Æjæj. Já, og hvað er Andri bara að gefa honum 5 bara eins og þetta hafi verið að sé ykkur æfingarleikur eða? Hvað er hann alveg Þetta er búinn að missa bronsleikur. allt touchið fyrir bronsleiknum? Á kemur frændi minn, ef hann er frændi frænda sinns þá klúðrar hann vítinu, það ekki? Eins og þú gerir á móti Þrótt Vogum hann í 4. umferðinni í fyrra. Ég skora alltaf í .net bótinu. Já, ok. Þannig að ef hann er frændi frænda sinns þá skora hann núna klúðrar í sumar. Er hann í rúllukraga? Nei, hann er bara með þetta. Ok. En frændi, Selli, ok, hægra hornið niðri. Hægra hornið niðri, ef hann er frændi. Sérðu? Sáu þetta? Hann var bara að tísa. Ha? Ég hef aldrei séð Gunni svona. bara... Gunni fór hérna í eitthvað splitt og spíkat. Það var alveg að drepast núna. Drepast núna, hann getur Sérðu? ekki, Hann er brjálaður, sérðu? Hann er að drepast. Þetta var Núna svo sjáðu laust, þetta var svo laflaust að Sjáu Gunna haltra þarna núna, alveg að drepast. Það var laflaust en þau þurfi ekki, það þarf bara að drífa. Nú er það byggarinn, hann slær aftur í slána. Þetta er ólöglegt, einhverju segir að hætta þessu. Byggarinn skoraði í sjöfnarleik, hvað gera núna? Það er hægra hornið niðri, sér það. Hvað er í gangi? Hvað, sko, Þetta stefnir í 6 Kári er bara að víti. klúðra 2 vítum í röð. Ha? Þetta stefnir í 6 vítir eins og ég sagði. 2-0 í vítaspyrnukeppni. Herru, við erum ekkert að, hérna, ætlum við ekki að vera með eitthvað hérna? Jú, það er 2-0, ekkert vera... Svona? Já, ætlar ekki að gera neitt hjá Kára. Nei, það er bara 0 þar ennþá. 0 þar, ok, frábært. Þetta byrjar ekki Við fáum, sko, hver er þetta núna að taka? Sindri Sigvaldason. Já, ég hef enga trú á honum. Ég hef enga trú á honum. Sigvalda, hann er Vitavörðurinn, sérðu? Alveg. Búm. Þetta er bara búið. Núna kemur Hattarinn og Hattarinn er reyndar... Þetta er automark. Já. Ekki að spurja þig. Ég hef aldrei sé Hatta klúra neinu í lífinu. Hann færi boltan líklega aðeins framan. Já, vel fyrir framan. Þannig að... Öll triksinn og hann jafnvel táar hann ef ég þekki hann rétt. Það? Táar hann eða beinrist. Sjáu þið. Sjáu hvað er boltinn. Sjáu. Einmitt. Sér það. Ok, og hann er stór og stælur hann í markinu en Hatti... Koma. Nei, guð minn almáttugur. Jæja, þetta var vonbrigði. Kári klúðraði 3 vítaspyrnum í röð. Og þetta var drasl. 6 víti, hvað er lágmark? 6 eins og ég sagði, hann ansar maður. Þetta. Hvað, heyrðu, Nonni Kri og Augnablik fagna hann gríðarlega vel. Nonni Kri hatar að tapa bronsleikjum. Já, hann bara gríðarleg vonbrigði að hafa tapað þessum bronsleik, sérstaklega eftir að vera 3-1 yfir. En Nonni Kri, hann veit að það eru leikirnir í sumar sem að skipta máli. Hann hlýtur bara að tala við bróður sinn, Óla Kri, og fá okkur ráð. Ekkert annað. Við Guðlaugur þökkum kærlega fyrir kvöldi í kvöld, vonandi að hafa haft gaman að. Að hann gerði við það. Já, þetta var fínt bara. Fínt. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur.